Spurning, are you ready now? Klukkan orðin 4, kæru hlustendur. Það föstudagurinn 4. desember og FM 95 Blöður hafi göngu sína á dimmum en ágætis föstudegi, ágætis, bara fínasta föstudegi. Fyrsti þátturinn okkar í desember. Þeir reyndar ekki margir en þeir verða allir góðir, ég lofa ykkur því að við erum í bullandi gír. Við hentum í okkur 2-3 jólatúborg hérna rétt fyrir þátt, bannaði að dæma það. Og það fullu bátur eins og alla aðra föstudag. Auðun Blöndal heiti ég og sitt í mínusæti. Beintur fram að mér sitja tveir mínum að þetta snillingar. Það kannski ekki allir í samfélaginu sammála. En hver ekki sammála því? Það örugglega einhverjir virkir sem ekkert alveg sammála því. Einhverjir sem ekki sammála því. Já, ég vil alltaf meina sér snillingur. Ég ætla að byrja á fyrirlega þáttarins að hann byrjar að gaspra út í hotni endur hann í gír. Egill Einarsson, hvernig ertu? Ég hef ekki verið betri held ég. Aldrei verið betri. Eins og nýr. Reyndar, þú varst rosalega síðast. Þú ert ógreittur samt? Nei, ég ekki ógreittur. Það var mínus 7 og 60 vinsti. Ég var að labba frá Kúliakarn og þetta sem gerðist á leiðinni. Varstu greittur að? Ég með þykkt hárblóndi og það sem lendir í þú með þykkt hár, það færist til. Já, eitthvað sem ég þekki ekki. Þannig að það fauk, þú varst með greiðsli en hún fauk. Já, ég veit, þú var upp á 10 rétt á það, sko. Já, þú ert reyndar rakar, þú ert hugulur. Ég ætla ekki að taka neitt að þér. Tengi ég líka tent fyrir klefan. Já, til hamingju með það. Ég setti Sóla Hólm í tanklefan og ég mæli með það fyrir aðdáendur að þættinum í kvöld á Sóla og GBN. Fylgjast með hvað hann hefur luxuriously tanned. Já, ok. En það ekki hversi graður í Sóla Hólm í dag, eða? Nei. En það reyndar, verður við ekki að lofa hlustandi við að þetta inn fyrir jól, þannig að fólk viti hvort að jólin verður góð eða ekki. Sko, við verðum að fá stöðu frá honum. Hvenær jólaþáttur hjá okkur? Við erum með hérna. Það 18. DS. 18. DS, þá þurfum við að fá hann á línuna. Það svolítið þannig. Þetta svolítið bara verður þetta góð jól eða slæm í rauninni, sko. Já, og við hliðin á fyrirlega þáttarinn situr varafyrirliðin markaðasti leikmaður FM 95 Blöð, Steindi Junior, hvernig ert þú? Mér líði viðbala ákveðlega viðbala. Það gott að heyra. Mást þetta þessum? Já, ég var það að dusta Riki að Villa. Hann ekki. Já, hann ekki, hann okkar maður. Ég bara svona góður, hlusta, ég nú tekið þetta áður en þá þekkjur, vistu nákvæmlega. Býttu, herru. Ég opnaði einn. Ég komið inn á áður í þessu þætti, þú ert ástæðan fyrir því ég drekk. Nei, þú ert ástæðan fyrir því að ég drekk. Það svona vitleysa. Ég aðeins að tengja bara ég að fá sér aðeins, ég mun aldrei tuði í húnum með að fá sér smá red wine hérna Hann að tengja samt, hann náttúrulega líka í vinnunni í gær, það sem hann fullur í tölvuleikjum. Hvað fórstu mikið á rauðu í gær? Ég tek alltaf flösku þegar ég streymi. Heila? Já, ég var Klárar alltaf heila flösku það? Já. Einu rauðvin sem sleppur á 3 tímum. Er það rosalegt? Já, ég veit það. Ánar einn eitthvað með headphone heima. Já, sko, svo náttúrulega mál, sko, það má ekki gleyma. Það fór eins og þáttur hérna í loftið Egill. Hvað varst þú búin með margar rauðvinsflösku þá? Það var búin með svona 18 flösku. Nokkrar. Já, varst þú tuðið yfir handa ekki 1 á 3 tímum? Alls ekki. Ég gleymi aldrei þegar mann eftir, þú varst síminn var að vera batterislaus því að þú varst á nálum að senda á mig því að var annað komið aður í bæi að senda á þig. Það er þetta skrifast á Hjöppa. Já, Hjöppi náði þér í Sá dagur skrifast alfarði á Hjöppi. Þetta er ekki verið að kenna. Hjöppi náði Já, við erum að tala bannaða þáttinn. I plead the fifth. Þetta bannaði þátturinn og málega ég gleymi aldrei að leið og bara it's a wrap, klukka var hann 6 hvort við hefum ekki örglega hægt kortir í ég get alveg trúi og þá labbaði ég meina Kájóð var hann var að taka hann var með okkur ég labbaði út þess að hurða þetta fyrsta sem ég gerði ringdi 1 símtal þátturinn svona að taka upp destroy it taktan, fyndu einhvern arinn og hendu fælunum í arinn og það búið að destroy it þannig að það ekki hægt það eru sumir sem að beðu bannaða þáttinn hann verður aldrei skilja það var skilabóð á Instagram hvernig bannaða þátturinn kemur inn já, það var en málega það einhver versta stund sem ég hef átt að selja hann bara það er ekki hægt, það er búið að eyða honum hann er ekki til já, ég gerði það, en þú veist eðlilega en vitið hvað strákar, þetta var samt ekki mökkari flugvél þá sko, ég sat á Loksinsbar sem nú ofta stemming, ég var á leiðin til útlanda treysti ykkur fyrir þættinum okkur er fleirtala þjálfarinn þetta skrifast á Hjöppi þjálfari og eigandi liðsins var ekki með ykkur varafyrirliðin og markaðasti leikmannin voru hérna var ég að rugglast eða fannst mér þið segja treystir okkur þú varst ekki að tala í fleirtölu ég sitt á Loksinsbar og sími minn það bara eins og eitthvað að komi fyrir í fjölskyldinu að bípa hann off ég held ég að fengi svona 50 er hann fullur hann var ekkert að skjóta Hjöppi það heyrðist ekkert að Hjöppi eina sem Hjöppi gerði var að klípa mig í bakið og eitthvað svona lenni mig hann var það hliðin og hann hefi óþægild að hafa hann svo reyndar rétt áður í labbi flugvélina þá sendi ég á Steinda
herru Steindi, ég er að fara í vélina hérna, hvernig endaði þetta allt saman? Þá klukkan svona 5:30 eða eitthvað flugi 8 að fara 5 og ég fekk bara Steinda það er bara, þú ert að spyrja eiginlega því ég hef ekki talað í kort alveg búin að gefa stuð Já, ég hendir hanglaði, en veitir hvað það en svona, núna öllu grínsleftu nú ætla ég bara að vera alveg honest Já, bara ekki djók Nei, ekki djók, ekki neitt djók Grínglerun af, gerfiskekki í burtu Sko, þessi þáttur það var ekkert í honum það var ekkert ljótt Nei, þetta var ekki þannig Egil sagði 400 sinnum can I be brutally honest Já, þú veist, basically, til að vera heiðlugur þá var þátturinn basically bara, þetta var bara slappu þáttur af því að þetta var ekki neitt Þetta var bara, það voru bara menn að bulla og babla en það var ekki heil brú í því Veistu hvernig ég veit úr það fullur Egil Það er þegar þú segir nákvæmlega þetta við mig Ef þú ert að ræða eitthvað við mig bara í engalífinu eitthvað Ef ég sit einhverstað, nei ekki í samlífinu Ég ræði það lítið við þið, en ég hef engan áhuga Þú tókst þetta að sagður hún frá hátægissessjónunu Já, sem að ég hef aldrei átt að gera Bekkhúsinni En Já, ég held að sjöllum drullu sama hvar við vorum Í bekkpressunni Voruð í bekkpress að tala um Af hverju skiptir það máli? Nei, það gerir þetta verra Það gerir þetta 10 sem verra Já, býttu heldur ég að vera svona ég er að fara að bekkja 100 ætla að segja hann við að fengið þið hátir Nei, það var ekki eitthvað þannig Eins og ég sé fyrir mér, þá varstu núna Þú varst að bæta met í bekknum og segir svo allir bara heldur að kallan ekki fengið utan á hann í hátæginu Nei, veistu hvernig það var nákvæmlega Ég held ég að sagt með þess að kallan var bara Lucky Þetta gat ekki verið barnalega Það er Lucky Ok, það er ekki sem skiptir máli Þegar ég veit úr það fullur Egil Það er ekki completely honest Já, ef ég sit eitthvað stað með hvort sem er í útlöndum eitthvað við erum að fara yfir eitthvað gamalt máli eða eitthvað bara hvað er að frétta og kemur alltaf blö can I be brutally honest það veit ég bara, shit, hann er fullur maður þannig að allir sem er að hlusta núna eða heyrið eigin leikum til maður að segja can I be brutally honest þá er hann komin í það Ég þarf að byrja að segja það oftar Já, til þess að dempa þá hér til þess að En svo er að finna það því að hann er nú oft sagt við okkur báða can I be brutally honest en svo kemur bara eitthvað svona ég er að meta þetta lag betur en þetta þetta er ekki, það kemur ekkert merkilegt Ég er bara til í stendi að þú myndir núna að taka eitt til liðið næst þú ert að taka streymi henda 3 flöskum í þig, sjá hvað kemur upp ég held að vera entertaining Já, sko, þú veist að fá mökk stenda sko, AC stenda En ég tók AC streymi bara, það var alveg þannig ég bara, síðasta skiptið sem að Steindi er samt nettu svampur ég verð að gefa hann sko hann tórir og verður sér ekki oft í skammar síðast að hann var sér í skammar var í partíinu á Köðs Já, með mér það Ég líka döttum í einu þeir sem voru að þamba landaból En veitu hvað er ég að heyra núna? Ég ringdi þitt daginn eftir og sagði, var ég myndi skammar það? Þú bara, nei, en þú myndir ekkert hvað varst að gera og þú sagðir alveg skrýtna hluti þú veist að ég ætla ekki að fara endur taka það hér Já, ég var að Þú með mér Ég var að hrópa hluti Varst þú hjá mér í Kópaður eftir baktíðina? Kópaður? Nei, ég fór ekki þangað Ég fór bara Eftir landakös Ég fór bara heim sko Er eitthvað dýrar en að fyrir eftirpartíð á Kópaður? Nei Er eitthvað ódýrar en að vera með landaði fertusamli? Hann var ekki með það Þessu oft var ég að verja köskriðin Ég held að landakös muni aldrei aftur vera með landa í ammálinu sín sko Ég held að hann muni bara aldrei aftur að halda upp ammálinu sitt Málið er að svo þegar ég heyrði Hann myndi alltaf ekki bjóða ykkur, ég get lofa Nei, það versta við þetta alltaf Ég heyrði svo í honum daginn eftir Ég tók línuna, ég ringdi þig Ég sagði, hvað hérna Ég sé svo eftir að hafa ekki logið á það Steindi sko Við getum alveg sagt hlustundu það Steindi hringdi mig á þvílíkum bömmir eftir ammálið Því að myndi ekkert Ég hefði átt að ljú ykkur Konaðin var nú pirruð út í mig Ekki pirruð, hún var svona þreytt á mér Nei, það var bara svo skrítnar hann sem var spurningarna sem ég get bara ekki endur tekið hér í þessi þætti Já, ég var líka svona Var að spurja weird question Já, frekar Já, með svona stæla sko Ekki stæla, ég var bara eitthvað Það var að hrópa skrítnar hluti Já, sem var bara mjög fyndið Ekki tengt konunum minni Nei, bara svona random sko Ég var bara, málega, ég held að ég hef basically bara verið með báða lappirnar onni grínfeninu og í blackouti Og þá er svolítið svona, ef þú kasta fram bröndurum Þetta er basically svo að kasta fram pönslýrum á þess að útskýra það. Já, það voru ekki brandar, það var bara pöns. Ég var örgulega ógeðslega mér fannst ég örgulega vera mjög fyndin. En nei, það sem ég var að segja er að sko, ég heyri í Kös líka, ég hringdi náttúrulega í alla. Þú veist hvernig ég hringi í alla sko. Já, það eru út nájaður, sem þú ert 90% af lífiðinu, en ég veit okkur það er út af pappaðinum. Já, ég er alltaf bara þegar það geta róað sjálf það niður. Já, ef það gerist eitthvað, þá hringir alltaf í til að fá eitthvað svona
Hann vill basically allir í kringu sig séu sálfræðingar. Nei, þú veist, Ég er alltaf að tala við Steindi svo krakka En það er ég með ótæljandi kvilla blöð. Og hérna Sjö skimanir sko Já. 7 skimanir. Þetta er svona út af pappa. Ég er búin að segja, sko, ég er náttúrulega alveg upp að bræðlusu mat, þið veitir það. Opnin var bara settur í 250 og kjöti bara hrunda beinunum bara út af salmonellu hræðslu, sko. Það voru nokkri sem þú varst að ræða þetta í síðasta þætti, ekki frekar en þar síðasta. Það voru nokkri sem sögðu mig bara greið. Hann bara kann ekki að meta góða mat af því að pappiðinn, hann var svo stressaður að þetta elda mati bara í gegn. Já, ég smakkaði bara góða mat bara fyrir stuttu. Það er heldur hart. Já, en vitið þið hvað? Hérna, við vorum að tala með Þú hringdir í Köss? Já, ég hringdi í Köss og ég var að tala við hann og það besta við þetta allt er að þegar hann var að neita fyrir bolluna ég sagði, ok, ekkert mál, mér myndi að ég er bara eitthvað svona, hann eitthvað, já nei, hvernig var í gær? Það veit ég ekki maður, ég man ekki neitt sko. Það var það sem hann sagði. Já, þetta var líka eitthvað bara fyrsta partí eftir COVID eitthvað á sínum tíma. Það er allir verið þyrstir sko. Pappa segir líka gamli skólinn sko. Hvernig haldið þetta verði núna til dæmis bara, hvað ég var að segja, mars, februar þar allir byrja að fara á jammið aftur. Þetta verður stór hættur Ég held að 2021 verður besta party-ár of all time. Og það meina ég bara of all time. Það verður vera met þáttaka í öllum partíum. Fjöldi partíum mun vera aldrei verið herri. Festival, þú veist, við erum með allar útiháttir. En fær maður ekki leið? Fær þetta ekki leið? Nennur þessu heilt ár? Nei, ég held að Við fólk erum ekki tvítuði lengur sko. Já, kannski Já, ég held að breyta svo lítið fyrir okkur. Við erum svona kójukallar. Baldi, núna, ég get ekki sem fara heim til einhvers til mér í matabóð, fengi mér raut og steik og töðaði 2 tíma, það er bara vesen. Já, það er eiginlega skemmtilega. Sko, er það að þið verum átta svo gamlir að mér finnst skemmtilegast að fara eitthvað og vera bara það sem eru fáir og töða? Já, það er bara mjög ég sé ekki fyrir mér að ég sé að fara lappin að skemmtist það aftur á ævi minni. Hvernig ætlar að flaska upp það? Já, nei, þú veist, jú, ok, þetta er stóra Man eftir myndina á flöskubunum, skellur það henni. Já, ég man eftir henni. Hefur þið séð hamingisamlega maður? Nei, ég er aldrei séð glaðar ekki að það er ekki hugmyndið að vera að taka mynd á Egil, þú settir hana inn í skell-vídeóið. Alveg rugglamús. Geðveik mynd. En nú veit fólki, nú getur fólk loksins tengt við þegar þú varst hérna valinn tekjuhæsti eitthvað og Egil alltaf að setja þessi mynd á Twitter. Já, þú veist, jú, segjum að við séum í ykkur algjöru ruggli við erum heimi á því segjum að við erum á okkur árlega herrakvöldi eða eitthvað svona vesen. 7000 likes þessi mynd að þeirra flöskuborðin. Okkur postar ekki átt að mynda á flöskuborði. Af því að ég bara posta hana því hún akkord er áttir. Þú ert alltaf svona flöskuborðskallin inn í þættunum. Já, en ég sé alveg fyrir mér að maður geti kannski þvælst inn á stað í góðu. Já, Steindi, hættur. Nú ætlum ég bara að stoppa þig. Af því mér þykir væntu þig. Þú ætti eftir að fara á hellingaskemmtu og bara af hverju talar svo. Þú veist það sjálfur. Ef það opnar allt hérna og þú ert fullunni í bæ, þið langar að fara að skemmtist það. Já, ég veit það, nei. Það er ekkert að fara að breytast. Nei, málega það. Ég er alveg á því. Þú skemmtist það kall. Nei, ég er það ekki. Ég er kójukall. En málega er að, þú veist, þú vilt vera kójukall. En er það samt ekki ólíklegt, samt, skilur í alveg? Að fara bara kl. 3 nóttina, bara lappa inn á einhvern stað og bara. Ég er ekkert að tala um 3 nóttina, ég er að tala um kannski, segjum að eftir eitthvað gig, við erum búin að fá okkur nokkra og svo er allt inn á klukkan 1, við erum báðið með leyfi, heldur við förum þá ekki eitthvað stað. En ég er alltaf til í allt með leyfi. En ég með hugmynd, árlega AC-ferðin sem við ætlum vonlega ef Hugi tekur það í mál sem er forsetinn í svo hóp að færa til Vegas, þá kemst ég með og getur farið í flöskuborð. Þá kemst ég með? Akkur kemst ekki að AC? Ég mista sístu Vegasferð. Já, herðu, við skulum, þetta er ekki eitthvað sem við hefum bara ræða við þrýr. Mér langar ekki að missa því aftur sko. Já, við erum komið bara, við erum basically byrjað að spjalla bara eins og við gerum þegar við sittum eitthvað þrýr, við ætlum að fara yfir þátt dagsins. Það er ekki gleym einu, ég verð að skjóta inn, The Mountain er að fara að boxa þarna, það getur nú verið, það verður líklegast. Já, bara getur ekki farið þangað, Holton Berja, Eddie Hall Truth og sér fyrir á flöskubóði sundlug. Já, ég svo sé fyrir mér að það sé allavega svona fínt tækifæri fyrir spilafíkla að fara að teika þetta. Bara ef ég get drukkið einhvers þar og sé sól 2021 þá með sama hvar ég er. Það er Vegas. Herðu, við erum með rosalega þáttandekur í dag, kæru hlustendur. Það er Klefi með rosalega tvistið, heyrið það hjá eftir. Sennilega náði ég á einhver besta gaur sem ég bara tala við. Sveið með það, hann hefði lánað með pening ef hann hefði verið með hann. Sko, málega þetta var þessi Klefi. Við vorum að reyna að láta skella okkur og þurftum að koma 10 orðum að. Þessi Klefi er veisla, af því að hann er with a twist. Þetta eru 10 erfið orð sem þú þurftir að koma að og þessi gauð sem þú lentir á þetta. Góð manneskja. Já, ef það væri bara mynda manni bara í orðabók, bara gulla manni, það var að mynda þessum. Hann á skilið lagið þitt sko. Svo erum við með spurningkeppni Gilsarans, hvað erum við að tala um þar? King of being excited. Alveg rétt, King of being excited. Bara spenntur í lífinu. Já, hvernig verður spenntur? Ekkert eitthvað excited for Christmas. Nei, bara spenntur. Bara spenntur. Spenntur. Getur þetta að setja móti sólundir? Ég er miklu meira spenntur fyrir þér. Hver er meira peppaður? Hver er peppaður fyrir hlutunum?
Það ætti nú, ég steindi líklega þarna, þú ert svona peppgaur. Já, sko, þegar hann segir peppaður, Já. hann ekki að tala bara, þú veist, spenntu fyrir að fara að sjá okkur nýja bíómynd sem við erum koma. Hann sagði King of Excited. Já. Þú ert mjög excited að eðlisfari. Nei, ég myndi ekki segja það. Svo erum við með augljós og staðreyndir koma loksins eftir gott hlé. Já, það eru 5 augljósar í dag. Já. Það er 4 raunni, því að það er ein spurning og ég ætla bara að segja það núna í því. Já, hún er á mig. Já, hún er ekki sko, jú, hún er á þig, Okay. en hún tengist þér ekki, en hún tengist svona þeim sem eru í innstæring. Já, svo erum við með How Do You Do Fellow Kids, sturlastaðarindir og ef við höfum tíma ætlum við flottulega keppnina. Við vorum með daginn hvaða lag þú verður með undir ef að þú verður að reyna að heilla píu og nú ætlum við að vera með hvaða lag verður með undir ef þú verður að dömpa píu. Þannig að það, ef við höfum tíma þá fyrir við í flottulega keppnina líka. Annars erum við ekki bara í bullandi gíl. Alltaf gaman að lefa lag og komum að hringin. Málið er að Hætti að kalla hlustundur okkar lag. Þetta hljóma spennandi þessi keppni. Ég var til að reyna að koma inn. Ég held að þetta getur Flottulega keppnina? Já, sko, mér finnst þetta, ég fór bara að hugsa lög. Hefur þú dömpað? Hefur þú sagt upp stelpu? Nei, Hefur þér alltaf verið sagt upp? Nei, ég hef náttúrulega bara átt 2 kærustur, sko. Það er svona þannig sé, sko. Þú hefur bara átt 2 kærustur? Já, þetta var svona eiginlega sameiginlega. Losaði þú við fyrir eða hún Nei, þetta var meira bara svona sameiginlegt. Það er aldrei sameiginlegt, sko. Nei, þú veist. Hvor eitthvað var það? Já, Varst það þú eða hún? Segðu það bara. þetta er bara góð spurning. Ég alveg veit ekki. Ég held að þetta hafi Þú alveg veist bara það víst. Nei, þetta var Þannig að hún dömpaði. Varstu horfandi blöðurur, hún sá það og horfandi út blöðrur. Nei, varstu að horfa á aðra blöðurur, skilur og Horfa á blöðrur? Já. Hvað brjóst á einhverju konu? Hvaða vitlis er þetta, maður? Ég skildi þið ekki eins og ég bara horfaði út blöðrur. Hvað hefði þetta var eitthvað festivali? Er það ástæðan frá dömpaði? Varstu að horfa á aðra blöður? Ég skildi ekki hvað náttu við eins og pælið í því. Ég er hættur að skilja hann, algjörlega. Egil, en þú? Hefur verið dömpað? Ég hef ekki hugmyndu það þessi. Hvað, er ég einu sem opna mér sem þetta? Egil er lokasti maður á jörðinni og hann fær þetta aldrei upp á hann. Aldrei. Hann er svo harður, hann vill ekki segja hann um að vera dömpað. Ég veit honum að dömpa. Ég ætla að fóra að huglega það. Já, huglega, svo vildur ekki segja það. Nei, ég veit það ekki. Ég alveg dömpaði, skammast mér ekkert fyrir það. Ég var 18 ára sko, þetta er 20 ára síðan. Með þess að kona mín sem er að hlusta núna, hún er bara að bíða eftir að dömpa mér, þannig að kemur ekkert óvart. skammast mér ekkert fyrir það. Skiptu skrá hjá blöðu þetta. Já, en mér var dömpað á Sauðárkróki þegar ég var 17 ára og fór suður. Það tengist þessu lagi. Fórstu beint í kúpin og gisti niður þig? Ha? Fórstu ekkert? Það er Bubbi Mortens, okkar allra besti Hversu gott tónlistamæður anskotin, hann er geggjaður, hann er mest streymaði tónlistamæðurinn á Spotify 2020 á Íslandi. Já, og hann er með Þorláksmessu tónleika og fólk þarf eiginlega að kaupa það streymi því að kemst maður í jólagýr fyrir en maður er að hlusta á Þorláksmessu tónleika Bubba. Nei, þetta eru geggjaður tónleikar. Kaupur aðgang að streyminu. Já, En núna getur hann selt 200.000 með það. En vanlega hefur hann alltaf selt bara nokkur. Ég hugsa að séu nokkrir að fara að hlusta á Bubba á Þorláksmessu. Ég veit, en nú getur hann selt endalist inn, eða ekki? Ég er að segja það. Já, ég menna þetta er best að geta gestur er Bubba COVID, sko. Nei, hann hefur ekki verið með gigs hérna í mars. Já, nei, Februar. þetta er alltaf glatað, en málið er að þú veist, ef ég pæla hans í því, jú, það er ógslag gaman að fara í, þú veist, fara í ykkur fín föt og fara ykkur út og fara á tónleika, það er ekki ekki. Ég held samt að fólk sé líka alveg til í að vera bara heim í rauðu og hafa hann í sjónvarpinu, sko. Já, þetta er kósí bara. Já, ég held að þetta verður öðru sig en gott, sko. En það er komið að slúðri hér í FN95 blöðum. Brakandi fesku erlendu slúðri. Já, það er ekki íslensk slúðri í dag. Nei, ekki í dag. Nei, en, næsta fyrsta. Já, sveim við það getur bara vel verið. Ég er alltaf búin að fá fullt af skilabóðum, þannig að það er fólk í COVID það eru sumið með loðrétt. Ég er til í það. En ég ætla að byrja slúðrið á Rihanna. Rihanna? Ok, ég er langt sem veit slúður Rihanna. Já, ég var bara að tjekka hvort þið værið vakandi. Já, ég er mjög peppað nú. Hvað er þetta henni? Hún er ekki á lausu lengur. Hún er eina mínum allra Er það uppáhalds. með boyfriend? Já, og það er, ég er bara með svalari mönnum, það er A$AP Rocky. Já, hann er Rapparinn. Það er illa svalur náingi. Já. Og já, þau eru sem sagt hafa verið vini lengi en nú vill fólk menna að þetta sé orðið alvarlegra og þau sé bara orðin par. Það var náttúrulega myndir að hann á deytum. Já, Miðstri hann að vera svo mikil töffari maður. já, hún er eins og alsvalast. Hún er geggjuð og sko, það er langt síðan hún hefur ekkert að gefa út. Hún ekki bara orðin business lady? Hún er ekkert. Já, sko, hún hefur ekki gefið út lag í 4 eða 5 ár. Ætla að segja. Hún er skita, sko. Hæ?
Ég veit það ekki, Sem ég veit ekki hvað er í gangi Ná Noah Dollars og kannski bara fesk Hún var alltaf sko, Samt hún er listamaður so many hits sko, en máli er að sko, businessin tók væntanlega yfir. Ég veit hún er með sko, snirti línu. Já, hún er með hellinga eitthvað rugl, sko. 550M Er hún? Hún Beckham á ekki krónur hérna á henni sko. Hvað er hún? 550M 550M, Rihanna Þannig að skilja hún ekki að gefa út lög nú sko. Bara heim með síkó sko. 550M, já. En A$AP Rocky, Það er- tjekka honum fyrir mig Já, Það er nú eitthvað saman Hann Það getur er ekki mikið Nei, Nei. 100% ekki sko. En hann er satt með gull í tönnunum minna sig Hann er í Hanna 14M, hann er ekki krónu sko. Hann 14M Já. Rihanna, ég ætla bara að Hann minna er basically broke sko. Já, hvað er þetta bara Toadfish í Neighbours bara kemur, bara mætir í vinnuna í mínus en svo má ekki heldur gleyma að Rihanna hún er ekki með hún er rétt svo 1/7 af bjökanum sko Já, það er nóg til Nýjastu hann. vinur minn sko. Það er ekki nýji besti vini þó hann sé Það var að leiða mér að followa sig um daginn sko. Hann followði ekki tilbaka eða Þá getur ekki kallað þig vin hans. Fyrsta skrefið hefur verið tekið Þannig að núna er ég að fara að bóka business meeting Ég þarf bara að ákveða hvað Þá hendur þær út strax sko. Leif mér að, ég ætla að gefa þér eina eil Bara ekki einu sinni- bara að bóka business meeting Ekki einu sinni læka mynd frá Nei, eitt östuð ráð bara Ég bara af því læka alla myndir Ég læka að það margar í röð Já. Það er alltaf var eitthvað aðmörd Egill. Þegar kom sko Ég hlusta á mig Ég ætla að Þegar kom segja bara runa Ég læka alla myndina held ég sem hann var með Leif mér að, sko eil sko, Ég var með áhugir að Já. þetta er í múa mig Já. Ég læka það Við margar erum góðir félagar, hlusta á mig Er það ekki lækar allar mynd? Ég læka svona 10 Já, ok. Já, þú þarft ekki að sína okkur Ég veit þú það gerði það sko Ég veit þú þarft, já þú ert búin að rífa síman Varstu svona Leif mér að gefa Ég var að sinni með það mikið að góða myndum að þú veist, mér stónskapur læki ekki allavega að slatta þessu þannig að ég lækaði bara Leif mér að gefa þér einu vísbendingu Ekki fara að vera skrítin að þinni Hagaðu þér Fyrir ekki, er þú alltaf einhver Lífum að þið bjögga tóra á Instagram Nei, mér finnst bara svona eins og þú veist það sem að ég þekkjum tölvöld betur Mér finnst þess að þú sért að Þekkir minni ekki neitt, sko. Mér finnst þess að þú sért að minni ábyrðil Slaka það og ekki vera að læka allt Hann er ekki að rífa múa með þá Nei, það er nú góða fréttir. Það gerist eitthvað tímann Já. Þá er þetta búið Bara haga þér Þá er partíið búið þannig Erðu, næsti sem er í slúðrunu Hann var þetta skrítið, hann er ekki oft verið í slúðrinu En hann er eitt frægasti maður heims, það er Cristiano Ronaldo sem Já. er, eitt besti fótbolsmaður allra tíma Ég held að það sé ekki neitt vafi um það Hann var að, sko, þetta er ekki merkilegt slúður svo sem er Hann var að kaupa sér rúm sem kostaði 5 milljónir og það er náttúrulega ekkert fyrir hann en þetta rúm er risastórt og hann á að eldast hægar og ástæðan fyrir tók þetta slúður Egill er að þú spáir mikið í svefni Fett Þú er sagt með það, ég þurfa að sofa meira og ég hlusta nú á þig Það er mjög mikilvægt Ég spáði mjög Væga lítið sagt Og steindi mun ignora það sem er ekki neitt sko. Er þetta eitthvað rúm sem ég get bara keft í betra bak eða er þetta eitthvað svona sem ég sér hanna bara fyrir hann? Ég held að punktur með þess að frétt sé bara að svefn er mjög mikilvægur Nei. Þá verður með gott rúm Nei, basically- það er ekki Þú punktur þarft með- ekki þetta 5 miljónar rúm sem Ronaldo er með. Nei, Nei, þessi bara vera með gott rúm og sofa vel Þessi punktur var hérna á öllu síðum Þetta er ekki það, þessi fréttin er ekki það Þetta er rúm sem lætuði eldast hægar Já. Samkvæmt framleiðenda Út af hann er góðum svefn Nei, ég veit ekki Og hvað ef hún er góðum svefn, þá eldist þú hægar Ég Er veit það ekki málið? Nei, í fyrsta Stengi skipti- sefur ekkert Í fyrsta Ég skipti veit. er þetta hrossa skítustrákar Sko málið það Er þetta ástæðan fyrir Steindi að þú ert eldast svona hratt? Herri, það Það halda stóð aldrei að við séum allir jafn gamlir hérna Er Er það það- því þú sefur svo illa? Halda það allir Það er búið að bæta á mig 5 árum Fjórum, ekki vera að bæta okkur Vittlisa er þetta Herru, en veit Það er ég að minna það á það reglulega Þú ert 4 árum yngri en ég. Ég fer upp í rúm Já. 21:15 hverju kvöldi 21, oi Hvað skoðan líf? Já, pældi hvað þetta Og er ömulegt sofna líf 21:45 Nei, ok ég, Vakna 5:45, næ 8 tímum Fæði mér að köpa kaffi, held áfram með lífið Vá, ok, ég myndi ekki nenni ég er að miða um miðnætti Þetta er Nei, ógæðslega lágmark. Þetta er leiðilegasta líf sem ég heilt Ég er bara að segja Það þér fyrir ekki frá að kaupi bara betra Hvað er rúm að gera á og sef kvöldin? betur Hvað erum við að gera á kvöldin? Allt sem þú getur ekki gert á daginn Þú ert í vinnun á daginn Já, kvöldin Horfa á ertu eitthvað skemmtilegt Ertu að segja mér að Ok, þú svæfir Ég horf á skemmtilega hluti frá Hvað, í svefni eða? Nei, frá 20:30 til 21:15 Já, þá horfir á Næ, í einu þætti. Þú horfir á okkur Já, þú er einu þætti á kvöldin Vá, hvað þetta er sorglegt. Það er líf þitt Já, ég er alveg, I'm up for að sofa vel Egill, en þetta, þú Sko, þetta er besti leiðilegt. tími dagsins er að vakna 5:45 Allir aðri sofandi Ekkert áreiti Ekkert vesen Þú vinnur á Hvað ertu, Michael Jackson, Þú eða? vinnur á Hver er áreitaður? Þú sko vinnur á tíföldum hraða Miður var að vinna um kvöld Já. Ég elska mótnana Já, Já, ég sko- get alveg loðið, ég er að vakna svona um 8:30, 8:30 ef ég er ekki í tökum Það er enginn að áreita mig Það er að sofa út sko Já, en 8:30. ég get, strákar, ég get bara lofa ykkur því að fullorinn manneskja þarf ekki 8 klukkutíma svefn
Það er að Já, Egill er búin að stúdra þetta, ég treysti honum betur en þig Horny Nei, Tatman, betur Why en We þér Sleep. Já, ég er ekki að fara á fyrirlestur Ég fara í fyrirlestur á Horny Tatman og hann segir mér að sofa í 8 klukkutíma. Eru þá með þess að koma út eitthvað bók sá ég auglist daginn það sem að þú getur lesið svefn Ég þarf eiginlega að kaupa hana Egill, því Já. ég treysti þér Guys, Já, ég meina Why We Sleep er Já. mjög góð bók og Horny Tatman var búin að fá gæðin sem skrifaði Why We Sleep til og með fyrirlestur í Hörpu en COVID fokkaði því upp ég var á leiðin á þann fyrir En svo segir Ronaldo hérna líka að það er rosalega mikilvægt fyrir hann leggur sér 90 mínútur á dag Jésús almáttur. Ég meina því ekki En ég er ekki, málega þessi Matthew Walker er ekki með hrifin á þessu lögnum Þannig að náðu bara 8 tímum punktur En þú veist Steindinar 4 tímum og hann er fljótandi og fróandi sér í svefnin Svo er ég með Sko- loka slúri hérna Justin Bieber er að við erum ég skuldi auglýsingar hérna ég ætla að reyna að koma þér í gegnum þetta Justin Bieber brjálaður yfir það er fólk að reyna að eyðileggja allt sem að konan hans gerir hann er náttúrulega giftur í dag henni er Hailey Baldwin sem heitir í dag Hailey Bieber Dóttir Stephen Baldwin Já, dóttir Stephen Baldwin því að það eru brjálaðir aðdæmandur sem að vilja ennþá Justin Bieber og Selena Gomez séu sama þau deytu einu sinni og þannig að það er einhverju herar að eyðileggja allt sem að hún er að gera online og bara hvað er leiðilegt greiði bara fyrir hann Ég skil bara ekki giftist gaur hann að byrja með Justin Bieber og það er allir veist að eyðileggja fyrir henni að vera Beliebers eru fárveikir margir já ekki Beliebers þetta eru Selena Gomez aðdæmandur Ég skil þetta ekki Það er verra en Hvað er Believers. þetta að tala um hún posti ykkur mynd á Instagram Já, mér er að Selena Gomez er byrjað að deyta eitthvað bötler hérna, köruboltamann og eitthvað, ég held að hún sé bara happy, þetta er bara fólk sem er rugglað, þannig að til dæmis ef að Hailey Bieber Já. er live á Instagram núna, að kynna eitthvað leik eða eitthvað sem hún er að gera Já. og þá eru svona Selena Gomez aðdæmandur að biðja allum að eyðileggja útsendingunni fyrir henni með að vera að setja inn svona ljót orð og spáðu hvað þetta er Já, ertu að tala um að já, fans er að skemma fyrir konans Bieber En eru þið ekki hrædd við Stephen Baldwin? Ég myndi ekki þóra að fokka í Hailey Baldwin Það því að þú veit ég myndi fá Stephen Baldwin, Alec Baldwin, William Baldwin, Daniel Baldwin Alla the Baldwin sá mig sko Ég held að það er bara enginn verið hrættu við að Baldwin í svona góð 20 ár Herra, þetta var slúðupakki dagsins, við skuldum auðlýsingar Fyrir að hlusta á FM 95 blöð hér á FM 957 Þetta er Lasting Lover sem er svolítið steindi Hann hefur bara verið í 2 sambundum og löngum Hann er að Lasting Lover Til aðmyggjum með það steindi Takk fyrir Flokkar þið sem að Lasting Lover Svona því að lagið hétt það Ég veit það ekki Já, það ekki, Jú, það ekki. bara verið í 2 sambundum og aldrei verið dömpa Nei Ótt svo svalur Herðu, við að fara hérna í að styttist í klefa sem að er virkilega skemmtilegur en við viljum að byrja á kortmyndur frekar og ég er með þann dagskrálið eins og svo oft áður strengið Já Og ætlar að bjóða okkur upp á eitthvað gúmilaði Já, ég er með ágætt Þetta er fólk var að senda í síðustu viku Ég fekk svo mörg senda á Instagrami hjá mér að ég var með fyrir 2 föstudag og ég ætla að byrja hér á fyrstu Er þið tilbúinir? Já Fyrsta, nefnir, hérna er það Sorry, ég er gamalt blað Kortmyndu frekar Já, ok Það er hann Röggvaldur sem að sendi þessa Ég heyra að segja eitthvað mikið af honum Með eitthvað Það er eitthvað tæpur Mér finnst hún skemmtileg Kortmyndu frekar vilja vita alltaf þegar foreldri eitthvað stundar kynlíf eða þau myndu vita alltaf þegar þið stundar kynlíf Goddammit gump Ég myndi alltaf frekar vilja að þau myndu vita að ég var að fá stundu kynnu Þau fengi bara bing í síma sinn Herru, og sonur ekkert er að fara bak Hún myndi frekar vilja það Er það ekki, nú það er- bara með fullri virðingu fyrir sínjónum og Siggu er ekki oftar hjá þér? Er ekki nógu mikið á þau lagt minnunni bara fyrir? Já, fyrir utan það Nei, þú veist, ég meina ef ég hugsa þetta bara út frá mér Já, þannig að þá er þetta ekki, þú hugsa bara um raskat á sjálf þau Nei, veistu hvað? Hvað? Þú veist, ég ætla að skipta um svar Ég ætla að skipta um svar Ó, Ég ætla að fá að vita alltaf þegar þau fara að snáðast en þú vilt það núna En er Já. síminn ekki bara pingat allan daginn þá það? Hjá þeim? Nei, hjá Steinda Já, þess vegna held ég að verið þægilega Já, líf að bara hafa þetta bing. öðru sig Það er bara 5 minnur, bing. Þá áttu basically að segja að pappi minn sé bara eins Nei, og hann er að tala um ef þetta væri hins Þú ert Nei, ég bara veit alveg, ég held að pabbi hans Stóni sé virkur Sýnurinn? Já Já, Sín, hvað er að gera þetta? Heldur það? Egil, Ragalegt. hvort myndir þú velja? 2 slæmi valmöðleikar 2 mjög slæmir Já, mér finnst þetta ágætt hjá hann rögga hérna eins og ég kalla hann. Þetta er alltaf erfitt, þetta er báðir valmöðleikar Nefnir leðilegir sko Já, þetta var Það er sem gerir þetta skemmtilegt Goddammit Sko, Ég held sveimi þá að Steindi þú að samt verið með þetta í fyrrasvarni sko. nei, ég held ekki Af því að, þú veist, af því að ég bara Alla á Það er hræðilegt að fá Þannig að alltaf, þú ert til að taka á þess skellin að fá að vita alltaf þegar mamman og pabbi er að fara
Já, ég er svona með Það var nice. grunnar að það sé nú ekkert á hverju kvöldi sko. Nei, Ég held að þetta sé nú Hvað grunaði? Nei, það veit ég ekki. Ég er að segja, ég fæ nú bara eitthvað ping þá kannski bara svona á jólunum og Viltu meina að síminn afmælum? pingi oftar ef þetta er öfugt, þú veist Pingi á nokkur á heim Fjandinn hafa Já, ég ætla nú að vona það Allskotin hafi það Já, þetta er sömur hitta það sexual prime eftir 60, sko Já, veist, það er þá bara var mjög það líka bara fóreldrar þínir Ég bara það Já, bara segja það Þá var það líka þínir Þá var það fóreldrar fyrir allra Er það fact? Já, ég minna, það var bara lífið að byrja maður ekki alveg. Ok, þetta er skellur fyrir þessu Já, skell Þú verður að fá SMS þrisvar í viku Ef ég ætti að giska þá myndi ég halda að Kitty Blöðs myndi setja túreiksin oftast á sig sko Okkur er að blanda mér inn í þetta, ég er spyrill Ég er svona, ef ég ætti að giska bara hann er með gullkeðju og hann er flottur Hann lágur þetta gullkeðju og það er geggið Já, Egil, það svar frá þér Það er hræðilega valmölugar en ég held að goddammit gapp Á pabbi ykkar liði eitthvað? Nei, Nei, pabbi minn mætti skýrni eins og samanlega á sinni mínum í leðu eitthvað, toppið það sko máli er að Það er mjög baller move Hann á leðu eitthvað, hann á gullkeðju Það leggur hann engin jafn mikið á Kitty Ekki inn í, bara það er bara hann En við erum eitt, vita þau að ég veit að það pingar á mér þegar þau fara að þau skilur að veita enginn Já, þau veit það Vita það? Vita þau það Ok, þá hérna snýjum við þegar ég Þegar þú, Já. fá pingar hjá þeim Og þau eru bara alltaf batterislaus bara Það er næsta spurning hvað menni gýr þetta Lífið er þið góðir Já, þetta er hún Elsa sem á þessa hérna Hvað, henni? Já, hún er Já, sko, þetta er Það stæðan er eitthvað að Elsu, sko. Ef maður byrjar að sjá þetta fyrir sig Elsa, hvað var fásúk fyrir það? Það var þetta mjög fyrir, það bara stendur, ég sé ekki á Instagram frá hvaða bæjarfélagi fólk er sko Hvort myndið þið frekar, skiptum tungu eða skiptum teppi við pökkhund Hæ? Við pökkhund Það er pökkhundur í hóldinu pökkhund? Þú ert annarkvort að fá teppi að segja tungunans sko, og hann fæði eitt, hvort myndir þú Já, velja? sko, ef þú fær tungur hans Sko Steindi, þú ert alveg minn maður í hundamálunum sko Er þetta þinn maður í hundamálum? Þú áttir hund og veist Já, ég, ok Var það ekki pökkhundur það? Nei, það var franskur En ok, ég get alveg svarað þessu fyrstur Sko, varandi tungun á hundinum Já Þá er hún náttúrulega bara, þú veist, tungan er upp í þér sko Já, hún er mjög löng á pökkhund sko. Það Já. er eiginlega grín í þessu Já, en googla er það? pökkhund bara, Er hún- já, sjá hvernig- Heldur hún sé lengri en mennsk tunga? Perla sem ég var með, já miklu lengri Ég var með perlu í pössun Tungan fyrir alveg út til En ertu þá alltaf, þú veist Með tungun úti? Það er svona klestu á hann á andlitið og mes veistu mjög hvað sætir. pökk Ég veit það núna, ég með það frá mig Já, Hann er með pínu litla bleika tungu Já, þetta er tæni tunga sko hann að þið tækir Þetta er tungan örgulega með svona röf tunga Svona, þú veist, hún er mjög gróf Já, sko, máli er að eins og þegar þú talar auðvitað, maður sé að þú segði eitthvað Hæ, Ég sé ekki tungun á þér Nei. Ég sé aldrei tungun á þér þannig að Ekki þið veljið tunguna sko- Þú sér ekki tippað mér heldur sko. Nei, þú veist, ég veit það En þú svona kannski En þú veist- Æ, betra að hafa það samt skilur Ekki alveg í Hvernig er pöksnæri penisinn á þessum pökkunum hana? Ég veit það ekki Það er náttúrulega ekki Það Þetta er eru pingur Herri, ég þarf svar Ég drengir. hef aldrei séð pug penis En Þú veist, ég, minn maður í hundunum sko já, ég veit það Herri, fæ ég svar Ég er að Ok, bregðast þér. tungan þá Þeir takir pökk tungu Já, við dögum tunguna Við líka erum ætti að taka spurningar frá gómnum Laðagómnum sko En ef að þið þurfa að haga ykkur eins og pökkurinn þegar þið eru með tungunas Þannig að Já, það Það væri væri mjög Það væri annað dæmi Herri, hvað segir Ég gott? loka ekki fundum Björg og Tór þannig sko Þá tæki ég piparinn eins og hundatippi eru Hundatippi eru þannig að það sko Þegar hundar fá bónir Já. Þá sko Þetta er bara eins og sketsin sem skrifum fyrir júrókarinn Já, það eru piparinn kom Það kemur pipar Þú veist, það skilur það Nei, ég er bara að tala um stærðina Tippið á hundinu með skrítið Já, herri, ok, ég ætla að fara bara í síðustu spurningu Þetta er komið út í ruglina Hvort myndið frekar hafa eina svona venjulega bara inn í restina frá honum Hjálmari Já, það er þakklátt Hvort myndið frekar sleppa aðfangadag eða gamláskvöldi? Ég myndi sleppa gamláskvöldi Já, ég er mikið jólabann og að vera með krökkunum og pakkarnir og maturinn og alltaf áramótin eru gamla daga. en byrju finnst dóttiðin ekkert gaman að skjóta upp raketum? Jú, henni finnst miklu skemmtilega að opna pakkar. Já, ég reyndar. En máli er að En þú ættir ekki bann? Sama í dag, af því að í gamla daga þá var þetta þannig að basically áramótin mín voru þannig, ég horfði á skaupið svo fór ég bara út með minn hálfan sem var búið að græja Hálfan? Já, Landið það? já og það var bara einhvern megin farið og vesenast sko. En í dag Og vesenast? Í dag er nefnilega fullorðið fólk í dag, það fer á nýjársfögnuði
Það er með krökkunum á gamlás, pössun á nýjás fyrir á nýjásfögni sem eru svona, það er svona 4-5 Ég held að þú er aldrei fara á nýjársfagna sko. Jú, ég fara á nýjásfögni. Ég fór með þess að hjá okkar Kolbarnum, okkar besta, einhvern tímann á Austur. Það eru svona 5 valmöguleikar á nýjastæði. Og aðfokkardagur er náttúrulega leiðilegasti dagur ársins. Þannig að þú tekur gamlás og þú byrjar að vakna á aðfokkardag. Þú veist, þetta drífaði gimmi þegar loka 12 með vel reitt. Hvers konar aðfokkardagur er þetta? Svona 9, aðfokkardagur leiðilegur. Herru, veistu hvað? Nei, ég bara segja, og síðan glemdur alltaf einhverju gjöfum. Þá átt að pakka einhverju gjöfum inn í einhverju paniki út af þetta einhverju leiðinni. Sigur að koma að segja pakka. Þá átt að pakka því inn. Rosa drífaði það svo mikið, síðan glemdur limbandinu eitthvað út í búð, græja það. Þvílíkt panik. Og gamlás vaknaði, það meina síkó. Kíkja á Kolb, Kolb bara hendi í smá champagne fyrir Gilsson. Við sprengjum draslu upp, skálum félagarnir. Bara fyrir gamlás betri. Lík veistla, gamlás og aðfokkardag, þetta er ekki þessi spurning. Þannig að þú tekur gamlás, þú tekur aðfokkardag. Leiðilegasti dagur í heimi. Einhver mestu mistök sem ég hef gert á sínu tíma og ég gerði held í 3 ári röð, þá gáðum við Egil hvorum öðrum gjafir. Eina sem hann gerði var að gefa mig stóra myndir af sjálfum sér innrammaður. Ég hef ekki tekið þann pakk aftur. En hann má eiga það, hann á ágætis jólalag. Og þetta er fyrsta jólalagi sem við spilaði í FM 95 blöð þetta árið. Það er a great honor. Já, og það er Muscle Bells. Thank you man. Held ég þér að hlusta á FM 95 blöð hér á FM 957. Við erum ekki beinni útsendingur núna því að við Steindur komnir í, gamla góða klefan. Já, þetta er okkar upp á staður hérna í húsinu. Já, hér er kósi að vera. En svona fram að símtalinu. Þú varst að tala að þið langaði að fara aftur í láta skella á sig. Það hefði ekki verið í 2-3 vikur. Nei, en with a twist. With a twist, það var líka twist í þinn daginn að þú ert með nýtt twist. Já, mér datt í hug að að við myndum hendi 10 orð. Já, þau eru komin að þau eru fram að þeim. Já, þau eru komin hérna. Og þessi 10 orð þú verður að ná. Þetta er ekki bara orð, þetta eru líka setningar. Þetta eru setningar, og ég var reyna að segja þetta. Sko, þetta er hundakúkur, COVID, álfaeyru, útbrot, ég er aumingi, skúrkur, ég er búin að eyðileggja jólin, getur að lára mig pening, outbreak-appin og horny. Já, maður þarf að koma þessu öllu inn í. Þetta er vel random, sko. Já, inn í símtalið. Þú verður að ná öllum 10 orðunum minn, áður en það er skellt á þig. Já, ok. Þú veist, þú þarft að, sko, ef þú finnur bara, heyrðu, þessi manneskja, hún er við það að skella mig, þá þarftu bara að dundra á línuna. Ok, þannig að maður fara ekki sigunum að ná öll orðunum minn. Öllum orðunum minn, kallum minn. En þetta getur það tekið tíma, maður vill láta skella sig snemma, fattur þau? Þetta er pínu svona. Já, þú þarft allavega, sko, þú getur ekki byrja bara, þú veist, og það má ekki bara ringja, svara einhver, þú bara segir þetta og manneskja bara, ég heyr ekki neitt. Ég ger mig ekki neitt, þetta þarf að vera í samtali. Já, þetta er að vera í samtali. Og ég byrjaði þetta og geði það. Já, það var nú gaman að heyra hvernig þetta byrjar. Mér finnst þetta eins og plásturinn, ég vil bara rífa þetta af. Hvaða nafn viltu vinna með? Ég ætla að hlusta og læra. Það er reyndar ekki nógu gott. Ég eiga að vinna með Hannes. Hannes er mjög gott nafn. Hannes Málari, þú getur óvart hringt í Hannes Málara sem ég var að vinna fyrir í 5 ár. Hannes leikstjóra. Ok, ég skal byrja þetta. Halló. Hannes. Það er hann. Og sætlunum, hvernig ertu? Bara ágætur. Það er ekki svo gott hjá mér maður. Jesús Kristur, þetta er meira helvitisrugl. Ég held ég sé búin að eyðileggja jólin. COVID og svo er ég komið með einhver útbrot og Herðu, það var sko, ég vann leikinn. Þetta var rosalega. Nei, býta. Hvað var þetta? 10 sekúndur. Já, en þú sagðir ekki, þú náður ekki að segja orðin. Ok, þetta var samt svo vel. Við erum að reyna að láta skella okkur, sko. Já, Herðu, ok. Þetta er, sko, málið er að, þú veist, ég veit ekki, þú veist. Þetta er ekki gilt. Þetta var vel gert, ég gef þér alveg. Þetta var helvið, nú ringi síminn minn, af hvernig með það sens? Af hverju mikið það sens, þegar þú ert bara með gemsa? Já, ég held þetta að vera sæmi sem var ég búin að ná að finna út. Þetta var að vera að ringi í þig? Já, ég held að við varum með menn í gangi eða eitthvað. Herru, er þetta ekki, sko, mér finnst helvið til, ok, þú miskildir reglunar, gerðu aftur. Ég miskildi þér ekkert, hann bara skellt á mig. Já, reyndu aftur, ég ætla að, sko, fara bara beint í hana. Hannes, sætlunur, hvernig ertu? Sæmilegu, já. Já, það er ekki alveg svo gott hér, sko, því miður. Já, það er verið að segja mér að ég er búin að eyðileggja jólin. Það getur verið að skafa af þessu. Það er nú ekki að hjálpa ofan í þetta COVID-rusl og að vera að segja að hún vil bara meina að hún sagði ég er aumingi. Það er ekkert annað. Það er ekkert annað, maður er víst skúrkur. Ekki að hjálpa þessu COVID-rugli að maður er komið útbrótum allan líka maður. Hundurinn er ekki að hjálpa. Það er hundakúkur allan fokking garð. Það er svolítið þannig. Hann haga sér eins og outbreak-appinn og ofan í það hvað hann er hornið eins og viðbjöður.
En hvernig er það, getur þú lánað með pening? Getur þú lánað með, hvað ertu með álværu? Getur þú lánað með pening? Hvað var þetta ekki? Hvað er þú að gera pening? Hvað er það að gera með pening? Nú er reyna að bjarga þessu öllu saman. Hvað stendur eitthvað illa á hjá þér? Ég er náttúrulega í bölvuðu vesen. Ég lagði út til þessu helvítis veipvökva þarna sem hefur ekkert verið að seljast hjá mér. Býttu, hver er þetta? Hver er ég? Þetta er Kitty hérna? Er þetta ekki Hannes? Kitty, hvað? Kitty kaldi, maður. Hvað rugl er í gangi, maður? Getur þú lánað með peninga ekki? Þú veist, ég er búin að eðilgja jólin. Ég er bara ekki með henni þeima, þannig ég getur ekki lánað þér. Nei, þú getur ekki lánað með, nei. Það er frábært. Það er bara... Það er ekki frábært, alls ekki frábært. Nei, ég er búin að eðilgja jólin. Ég er auðmiki. Nei, það er ekki komið jól. COVID. Hundakokkur í garðinum. Svo er horn í ofan í það. Og skúrkur. Það er þetta. Já, það er svarsýn. Já, það verður að viðkennast. Helvítis veipvökun, ég veði á vitlausam vökva, maður. Það vill eitthvað enginn. Það ekki? Nei. Það held ég ekki að keftur mikið að þessu. Já. 6 gáma. Hvað sér? 6 gáma. Veistu það vindið? Hvað ertu núna? Ég er innan í kompu. Konan þóli mig ekki. Jú, þetta lagast, já. Nei, þú þekki nú Hafdísi. Hún vill ekki sjá mig. Svo þetta lagast, já. Já, við vonum það, mannum. En svo er þessi útbrót að mér nú ekkert að hjálpa í öllu ástandinu, sko. Og hvað stafar það? Ég held þetta sé kuldaexem, en kona mér vil mennandi segja að því ég er aumingi. Það er fyrstlisist. Þú er helviti kalt núna. Kalt, ég er eins og átbreykapinn hérna, sko. Já. En hvað verður með þennan vökva hjá þér? Menna vökva, ég meina ef það vill ekki reykja annað þá fer ég á hausinn, það er nú ekki flóknir að það. En ég er svona að vona að fólk vilja veipa hans eftir steikina, þannig að við gefumst ekkert upp. Ég ætla bara að tjekka hvort ég geti lánað með pening svo ég geti tekið upp 4. gáminn. Nei, ég er bara enga möguleg það eins og er. Nei. Hvað kostar gámurinn? Gámurinn er 1,2. Já. Þetta er svo dýrt, þetta rusl. Það er lítið dýrt, já. Já. Ég ætla ekki að vera að truflaði meira, Hannes minn. Þetta er allt í lagi. Þetta er ekki þitt stress. Takk fyrir að hlusta. Út góðu maður. Það er svo að heyra hvað gerist hjá þér. Ég geri það, ég læti þetta. Allt í lagi. Ok, bye. Ég gat ekki fokka meira í þessum manni. Hann var svo góðu maður. Þetta er bara einhver besta manneskja sem ég talaði við. Þetta var besta manneskja sem ég heyrti. Hann vissi ekkert hvað var. Hann hefði lánað mér, það hefði verið með það. Það var bara svo erfitt á bönkunum. Og hann hafði bara bullandi áhuga á vökvanum. Hann vildi vita hvað þetta væri og hvað af hverju og sko. Svo sagði hann bara, heyrðu, láttu mig vita hvernig þetta fer. Já, sko ég er með 2 símtöl. Já. Öðru símtölinn náði öllum orðunum út. Já, og hélt honum á línu. Og hitt bara gekk ekki upp. Það var líka skellt á mig. Já, hann hefði aldrei skellt á hann Hannes. Nei. Hitt setni Hannes. Enda ég bara vildi ekki gera hann. Ég ætlaði að fara að vera eitthvað dónulegur sem myndi skella á þetta. Bara svo góð og gaur, ég gata það ekki. Nei, hann hefði bara aldrei skellt á þau. Bara ekki fræðilegur. Það kom með þér. Herðu, ok, þannig að ég er í smá pattstöðu. Ég er náttúrulega, sko, þú ert þarna með World Breaking Record þarna í fyrsta sýndalið. Þú varst í 2 sekúndur með það. Já. Svo lendur á manni sem skellt ekki á. Já, það er komið öllum. Ég bara sjá hvernig þú lærir svo út. Þú voru að vera með nýjan karakter. Tilbúin? Já. Hannes! Það er hann. Helvítis hundakúkurinn. Hvað segir í dag? Það er fössari. Hvernig ertu þarna? Horn í átreikabliðin. Herðu, nú er ég bara að skemma jólin, maður. Ég er búin að eyðileggja jólin. Jú, ég kom með útbrot á COVID og ég er aumingi. Það er bara þannig. Staðarinn á mér er svoleiðis. Hún eyðileggja jólin. Hannes, hvað ertu með álværu? Þú heyrir ekki orð. Ég er að reyða snjó hérna í tungunum. Nú, helvítis. Garði, átbreykabliðin hérna. Gætur að lána mér smá pening, Hannes? Lána þér pening? Já. Og hvað ætlar að gera við pening? Hvað ætlar að gera við peningin? Já. Nú berga jólunum, ég er búin að eyðileggja jólin. Er það eitthvað nýtt, eða? Heyrðu, slakað á, Hannes hundakúkur, er ekki föstudagur, eða? En hvað ætlar að leggja inn á mig, gamli? Bara 10 skall? Ég er að beða það fallega. Ha, hundakúkurinn þetta, gerðu það. Svo heldur áfram að reyða snjóin. Ha. Og hvað ætlar að gera þér pening? Ég veit ekki, maður, kaupa með bús eða eitthvað. Hannes. Nei, þú er nú ekkert að gera. Nei, það er rétt hjá þér. Hvað gerur við svona vitleysingur sem mig? Nennur þú nokkuð að tala við hann? Jó, svona hann að slæði alltaf. Já, en þú nennir ekkert að tala með núna. Þú voru enga tíma fyrir mig núna. Þú ert að reyða snjóin eða ekki? Já, ég hef enga tíma fyrir núna. Já, nákvæmlega. Hvað gerir maður þá? Það verður að skella á þig bara. Já, það ekki bara. Jú, ég myndi gera það. Ég er líka bara aumingi með útbrot. Hérna, það ekki? Hringdi mig í kvöld. Já, ég bjallaði þetta.
Ok, segjum það, já Sko hann skekkt ekki á því að þú bara kvattir hann og það heyrið hann í kvöld. Hvað ekki? Akkur vilja allir Hannesar bara fylgis eftir Sko Hannesar eru topp menn. Já, þetta eru toppmenn Við erum að, sko, þessi gæi Það var ekkit útlöka Þessi gæi myndi bara lána með pening Nei, hann vildi heyra aftur í þér í kvöld. Já. Líka sko, hann skulle nenn að tala við þig. Já, Það er ótrúlegt. Já, ég hef ekki nefnt að tala við mig þarna. Nei. Þetta var láta skella á sig with a twist. Því líki mistar þessi Hannesar Já, ég er ánægður með það. Ég veit ekki með þetta ladrengir. Þetta er Jason Derulo, Take You Dancing. Ég er alveg a fan of Jason Derulo. Mér finnst þetta bara ekki flott lag. Ekki hrifin að þessu? Nei, ég verð að viðkynna. Ég er ekki a huge fan eins og ég myndi að segja Það er eitthvað prömpulegt að þessu lagi Já, þetta er bara svona allt í lagi en þeir að hlusta hér á FM 95 á FM 957 og það er, já, komið að dagskrárliði sem við Steindi hræðum hvað mest í þessum þætti við höfum komið inn á áður og örugglega eftir að gera aftur það er spurningakeppni Gilsarans. Það kom með henni núna. Spurningakeppni Gilsarans. Herðu, hvað var áttur í dag? Það var King of Being Excited. Alveg rétt. Hver er svona spenntari típa? Það voru alltaf grillaðar eitthvað neina. Það er þetta basically bara hver er kóngurinn í að vera spenntur? Já, Já, þú veist bara svona Það ætti að vera Steindi. Steindi er mjög spennt típa. Já, svona, já, ef ég heyra eitthvað Já, drosalega peppari. Já, ég er svona, jú, að það er, herðu, ertu búin að heyra þessu? Nei, hvað, ég er til Ef það verður stuðlar á þessu, þá myndi ég halda líklegri, segð Þór. Já, svona, jú, eða þú veist, svona mikkur raun Það það gæti fyrirfram rétt með því á blöð sko. Já, gæti verið, það er bara pottet, ég veit alveg hvað er að gerast En þú veist hvað, það búið að vera lítið trailer í dag. Það er bara, það er ég eða? Æ, ok, jú, ég er ágætskapi. Ég sé þú ert að undirbúa take it þarna. Já, hérna er hann. Fær ekki allan samt. Ask you a question, and I'm gonna need an answer. Is everybody on the floor? We put some energy into this place. I'm gonna need an answer right now. I'm gonna ask a question. I want to see you sweat. I'm gonna need an answer. Ég er strax svona þreytur á honum. Byrjum þetta. Lítið þólumæði hjá þér fyrir honum í dag. Það þarf eiginlega að fara að hendi einhverja nýja trailera. Ekki það, þeir eru allir jafn hræðilegir. Ég veit ekki hvort þið græði maður. Segðu við mig, Skeri, fara nú og hendi nýja trailera. Já. Alla dagskólið, ég myndi gera það. En þetta er King of Being Excited. King of Being Excited. Ég er spenntari típa. Blondell eða Stoney. Þetta er ekkert eitthvað sem er eitthvað, veist. Já, Jú, ég var vil King vinna. of Excited. Er það? Gaman að vera spenntur. Æ, ok. Já, Steindi er svona aðeins peppaður náungi einhvern veginn. þú veist, Sem er líklegri. Þú mistir út á hana, ég væri að big fave hérna Nei. Sko, Já, þú ert byrjum peppaður þetta bara, og þetta er 10 spurningar, það er frekar margar núna. Já. Varstu spenntur yfir því að verða pabbi? Já, Já, Spenntir? sennilega aldrei eru að spenntur á æfiminni. Það er svo veðis. Loksins kemur alveg eðlileg spurning frá þér. Okay. Mjög spenntur og er spenntur með þess aftur núna. Öðru í sér spennaðin, mjög spenntur. Já, það er bara þetta er svona mómentir sem að það er lágu tár Já, maður er aldrei að Grenja? Já, þú veist, ég fór ekki að grenja Þú veist, ég mitti mig ekki í hnénu og fór að grenja Ég bara En það er ekki 10 ára. Þú fórst þetta að grenja. en þú veist, maður fer að gráta ekki að grenja, maður fer að gráta þegar maður eignast barn, já Ok, bara hvað það er. Hefur verið það fáránlega excited að í öllum æsingnum endaður sköllóttur? Sko, þetta tengist álagi Býtu, ertu að spyrja mig hvort það sé sköllóttur að því ég var svo spenntur? Já, þú veist. Nei, þetta er eitthvað sem kemur úr móðurætt. Ok, útskip, hvernig getur þú sagt mér að það var ekki út af því? Þú varst með störla staðrendur daginn Hvernig get ég rökst þetta? Að ég sé ekki sköllóttur að því ég var svo spenntur? Nei, þú varst, sko, þegar þú mistir árið, þú varst mjög spennandi vinnu. Þú varst að gera sketsa og það var mjög skemmtileg vinna og með Money Sim. Já, en okkur mistiðu ekki Sveppihárið og allir í kringum mig? Já, hann er að sömu vinna. Hann er að missa vinnu. Það fauk af 70, sko. Já, og það er að fjúka sveppan með ekki Ég get staðfest að ég hef aldrei verið það spenntur ég varð sköllóttur. Þetta er eitthvað genetist. Þykkasta hár sem ég séð, sko. Ég get allir trúið að allir í 70 myndu séu svona hægt og rólega að vera sköllóttir Já, Sveppi komið reyður. Það verður nú við ekki Er einhver svona comedy genius sem hefur verið mikið í TV sem er með hár í dag? Bara flestir. Hvað, eru allir grínast af sköllóttir? Ég er með þykkt hár En sko, málið er að sko, Þannig að þetta er Steindi er með hár. Þannig að þetta er punktur og kóra. En ég man og sagði samt einu sinni í störðlega starðum að þú, að sem sagt að svona
stress við það að verða sköllóttur eða ekki? Nei, hvernig? Já, bara hárleis, bara mikið stress getur leitt til hárleisis. En það er ekkert eitthvað, þú verður ekki sköllóttur bara 1 og 3, sko. Sagði ekki Coxsackin Joe þér áttur að aflita þig þegar það veri gott move? Hann sagði mér að fá mig strípur, eigum að halda áfram. Yes, það er 1-1. Hefur orðið spenntur yfir stöðumálaverði? Já, núna. Þetta er fyrsta skipti sem orðan spurningar var rétt. Okay. Þetta er bara heiðilegt, já, ég var spenntur. Þetta er í fyrsta sinni sem hann fær punkt fyrir þessa spurningu. Já, ég hef aldrei tekið Loksins svarar Loksins búin að dodge the question. Loksins spyrði Nei, loksins spyrði bara eðla. Þetta er bara Steindi komin yfir. Já, ég hef aldrei orðið spenntur yfir stöðumálaverði. Ég hef orðið pirraður. Já, en ég, þú veist, var svona hálftíndur. Þetta er ekkert eðlilega spennandi. Hvað er staðan? 2-1 er Stoney Blöð, you need a point. Nei, ég er góður. Varst einhvern tímann á hótelherbyggi með vöðað miklum huggulum gæja og þú varst að spenntur að þú labbaðir á hann gráður og mjög reiður? Nei. Varstu reiður líka? Ég veit ekki lengur hvernig ég á að haga mér. Þegar hann kemur með sömu fucking þvæluna ár eftir ár, bara, ég vil ekki vera leiður, en ég get bara sagt nei, af því ég var hvorki reiður nýjast graður eða spenntur eða neitt. Ég talaði í svefni og búið. Hver sá andlitið þær þú labbaðir að mér? Var ég eða þú? Hver sá andlitið að mér? Ég get ekki. Ég verða að fara. Þegar ég vaknaði, fyrst sá ég liminn og svo andlitið þær. Ég var á brókinni í 100 og 10. sinn. Ég gleym aldrei svipnmaðurinn, sko. Nei, ákveður setur það ekki bara með punkt fyrst þú mannst þetta allt svona vel. Hvernig var svipurinn? Var hann lega sjúklingur? Var hann öskrandi? Nei, bara horfði á mig eins og ég var að fá einna gamla. Herðu, jæja. Þetta er ekki punktur á mig og þetta er ekki punktur á Steindi. Hvað gerist þegar þú pikkaðir í hann? Ég vakti hann bara, hann var sem er stór hættulegt og átti ekki að vekja fólk sem er að labba í svefni. Hann gekk í svefnið hann, sko. Hörðu, það er 2-2, þetta er dead time. Nei, ég fekk ekki punkt. Jú, ég var hann. Hann starði í augun og sá reiðina. Já, bara allt til að hætta að ræða þetta. Ok, en sko, þetta er aldrei verið spennandi. Nei, það er að deyju spennu. Það graður og það spenntur. Býttu, var þetta ekki King of Excitement? Jú, hvað var ég að segja? Spenntur? Já, segi graður í öðru hver orðið. Nei, ég sagði það tekið spennu ekki. Já, spenntur sagði ég. Ég sagði, hefur það graður og það spenntur að þú keftir Hyundai Coupe á 100% láni í voni hágjaða jafn. Nú verður menn að vera hreinskilnir við þjóðina að hlusta, sko. Já, ég hef ekki afgræðið mig fyrst því að ég hef ekki átt þennan bíl. Nei, hann er bara basically að setja, hann vill að ég vinna þetta greið núna. Ég var mjög spenntur við bílnum. 3-2 fyrir blóð now. Sko, Steindi, you're trailing og þú varst favorite fyrir þetta keppni, sko. Á grín, sko. Þú þarf, you need a comeback. Já, ég bara, veistu hvað, ég er nokkuð góður bara með að vera í öðru sæti hérna. Ertu spenntur yfir því að núna styttist í það sem þú elskar út af lífinu? Árlega jólajaplið. Árlega Nú þurfum við að fara að stoppa þetta, sko. Það er rosalega stutt í grænantakkan. Árlega. Ef ekki bara svara. Þú komst með fallega spurningu fyrst. Varstu spenntur yfir að pappis og núna er þetta bara jólajapl og láta japlaði í bílnum. Er Logi Bergman ekki að lendi því að einhver trúður og MR segi, hörðu, þetta er bara komið gott inn, ég er grænantakkan og... Nei. Í 200. stein. Hann var með getur betur 88 held ég. Já, það er mjög langt síðan. Ég meina fólk bara svarar. Hann er ekkert að standi því að... Nei, ég hef aldrei fengið einhvað árlegt jólajafn. Það er ekki bara að gerast þessi jólun heldur. Ekki heldur, það er ekki bara... Nei, það ringir ekki bara... Og ég held að fá það engin. Hvernig færðu þið? Þólok? Nei, heldur það ringir bara kalandirinn bara árlegt hérna. Hvað segir þú gömlu þú ætlar að... Hvernig lænar þessu upp? Hvernig læna ég þessu upp? Erstu hvað rögglaði það? Búum saman í 12 ár. Þarftu það ekki að læna þessu upp? Nei, hvað er þessi bara með kalandirinn bara eitthvað árlegt eitthvað? Þú er þurft póntan nefnilega, sko. Hvernig er staðan í þessu ruslið? 30 fyrir blöð. Er hinn fullkomna vinna fyrir þér blöður og dollarar? Veitu hvað? Hvaða vinna er það? Þegar ég spyr Að fá borga í dollurum? Já, þú veist bara... Ertu að skjóta baðvörðum þetta? Já, heldur það? Þetta getur þér bútið að stenda. Það finnst þér líklegt að skjóta baðvörðin? Það fá borga fyrir að vera í kringu blöður eins og hann orðar það. Blöður Pæli að kalla brjóst blöður bara þertur. Áhverju byrjaði það aftur? Ég veit að gera þetta ekkert bara í gamla þetta. Áhverju þarftu að koma með þetta?
Þetta er alveg sæðilegt bara svo veitir það og þetta er bæði bara þér og fjölskylduðinu til mingunar bara svo veitir það, ég myndi að Þetta er bara til ábárna skamma Þetta er bara stindu vann Þetta er ekki að blanda mér í þetta Býtu hvernig var þetta spurningin? Ekki að blanda þér í þetta, þú ert að spyrja Þú ert spyrir og semur spurningar Erum fullkomna að vinna? Erum fullkomna vinna fyrir þér blöður og dollarar, sagði ég 3-3 Nei, það er ekki trú Já, ég er hreinskilinn Það síðasta sem ég hugsaði þegar ég sóttum í lághuslu í Mósbæ að ég var að fara að sjá fullt af blöðurum Þetta var bara eina vinna sem var í boði, ég var haugur Ég var ekki með optiona, ég sá bara á laustarf, ég fekk það og ég tók því Ég elska að setja að halda áfram með þá líi steindi að það hef ekki haft neina áhrif þú veist að fara að vinna í sundlu en það eru 3-2 Ég er þó allavega hreinskilinn Ég bæ Alltaf ekki að fá punktana Nei, ég bara, þú veist, við erum að reyna að vera heilalegir Nei, ekki á laununum heldur Þetta var bara eina sem var í boði fyrir mig Ég tók vinnuna bara sem ég fekk bara því ég þarf að vinna til þess að fá pening til að geta kemur Já, þannig að dollarandi var rétt Já, ég fæ hálfan Hefur þú gleymt þér aðeins í spenningnum og eld gæl út alla kringlu? Nei, enn og aftur ertu bara ekki með þetta rétt Ég ætla að 3-2 fyrir blöð You need a point Já, ég veit hvað stýrur, ég marg hvað stýrur Þetta er bara ekki rétt Þú veist, það er bara því miður Ég fer að kalla þið doddsarinn Þú doddsar þetta stig sem þú Nú, er ég að dodsa? Ketti og bara segja nei alltaf Já, rosa spennandi Já, ok Gaurinu þekktu fyrir þitt Herru, já, gaurinu Ok, Steindi, það getur enda núna með jafntefli Það er hreinskilin Það er hreinskilin Við þurfum að fara í síðustu því miður Já, ég ætla að setja síðastu sinn Ég eldi aldrei neitt í kringlunni Það var bara ekki hannig Ok Og eldur hann samkomu 3-2 fyrir blöð Þetta getur endað með X sem ég myndi segja að vera sanngjarnt Flestir greiða reikninga þegar fara nú ógreita reikningar í heimabankanum En ef þú greitt reikning með limnum aður Greitt reikning Stöðumalvörður Hvað maður ekki að vera sekt Það er reikning Með sektin Egil, möndur ekki segja þetta Heldur í alvörni Það fyrir nú ógreita reikninga Já, heldur í alvörni Egil, fóruð ekki 3 Já, þetta er 3 Segðu bara viðurkenndu það Heldur í alvörni Viðurkenndu þetta bara Og sagt, herðu, má ég ekki greiða þess að sekt öðru sér með píl Ég er búin að lækkist þetta, var þetta ekki 3-3 Hárið, það eru Keiluhöllin og Túborg Léttöl sem færi ykkur FN95 blöð og já, ég mæli með Túborg Jóla Léttöl bjórnum Ég held sveimi það að séu uppáhalds bjórnum minn, no joke Ekki hefa alkohól í honum eða? Já, 2% Já, rétt Það er ekki bara fínt Jú, mjög gott Já, og svo minn ég á með Keiluhöllina það er tilboð þar alla helgina það er 3 fyrir 2 af öllum pítsum og svo líka ef þú kaupir eina pítsu og þá færðu næsta á 1000 kall sem er helviti gott tilboð og svo er opið í Keilu frá 5 til 9 alla daga, þannig að þetta er eiginlega sko, eins og þetta er leiðilegt system en þú getur núna pantaðir í Keilu og þú ert með heilan Keilusal fyrir þig hversu bálinn er það? Það er bara Ef þú átt ammalið einhvað og ert með 10 manns og ert með alla höllina fyrir þig Það er það rosa Það er blöð í því sko Já, Það blöður fyrir að taka sal fyrir sig fyrir vinni sinni sko nei, það er, herru, já Herru drengir, við vorum að fá félagarnir, ég held að sé vartilega að segja frá því, við vorum að fá ekki hressustu skilabóðin frá Kristni Pálssyni Enga þjálfari hjá, nei hvað er það, Sölufulltrú og Kyllisvíkir sko Sölufulltrú og Kyllisvíkir til sport Það er ekki enga þjálfari, ég lofa því Ég held að Það er engi síður óvallari maður en Kristi Pálsson Ég held að ég sé ekki komin á þann stað með Kitta ég get verið að kalla Kyllisvíkir í beint útsendingu Hann er alveg húma fyrir því En veitu hvað? Herðu, staðan er þannig drengir að spiluð okkar partískellur Við erum í smá vesinni Já, lagerinn er tómur Lagerinn er tómur, það er öll spil sem eru til af partískell eru í búðum Nei, við erum sko, ég ætla að leiða þetta Við erum með eitt bíl eitt svona hvítan sendurbíl það eru kassar í honum en lagerinn sjálfur er tómur sem er rétt, þú tekja ljúaninu þar Ég veitir ánæg með því þarna við ljúum ekki hlustendum En hann senda það í chati, lagerinn er tómur Já, lagerinn er tómur en við erum með eitt bíl að spilum sem er það bara, þú veist, ég veit ekki 1000 stykki eða eitthvað í búðir. Við reiknum ekki með COVID og við erum því miður nautheimskir þannig að það er bara staðan Við værum til að vera með fleiri spil, orðum það þannig En við ætlum líka áður í fyrirni sturla staðreyndir verðum ekki að segja frá leiknum Við erum að fara að keyra í rosalasta leik allra tímadrengir Ég er búin að vera svolítið spenntur fyrir þessum leik af því að Ég líka, ég er mjög peppa Ég hlaka þátt í hún sjálfur Hvað svo það hann hétti? Hvað er Blöðpúp? Nei, hann heitir basically bara Poop
Og í spilinu Sko hashtagið er poop Hashtagið er poop Já. Og í spilinu er náttúrulega poop Það er dukka sem springur. Já, þú sem er alveg eins og poop. Ef þú veist, Þú hún er veist mjög lík erakast poop á sínu og- tíma Þú Og sást nálega- það Það eru útskýrið bara leikin. Þú útskýrðu það Ég skal útskýra þetta Það sem við ætlum að byrja núna Við ætlum að vera með, ég ætla að byrja að segja vinningin Við erum með alvöru vinninga Já. Við erum með glænýtt rosalegt Tommy Hilfiger Watch Wow sem við ætlum að gefa Og svo er líka keiluhöllin og allt. Og sko, þetta er basically, þið talið svo, sko, klukkan er orðin, hún er að vera 5:30 og við hefum svo mikið eftir. Þú ert svo kanínan í Lísi Undralandi Nei, það sem að þið gerið, að fólk á að gera núna helgin og út vikuna er hvað er púp, hver setur inn besta myndbandið eða myndina af dúkkunni. Já. Og sá sem að verður með bestu myndina vinnur þennan leik. Eins og málið er Nú er að hvetja hlustendur og íslika til að vera allir frumlegir Já. Og þetta setja púp í eitthvað skemmtilega aðstæður Við fengjum mörg svona snöpp sem Já, eru mjög þannig fyndin. fæddist þetta. Þú veist, að stelp bara kissa púpundaginn Og púpu verið að gera eitt og þetta Það var 100 að naga púpum Ég var til dæmis að spója límanu klóstu og láta hann hægja sér Ég langaði líka að láta bara fá sér a couple of beers Þetta er á blackjackboard, ég var að hugsa á hvað ég myndi gera En nú Þetta er ekkit rosalega góður leikur fyrir mig. Sko, þú getur hvetja farið út hlustendur. með blöð púp að gera eitthvað Ef við erum að vinna fólk þarf að tagga okkur á Instagram Svo við sjáum þessa myndir Já, og vera með hashtagið partiskellur. Hashtag- Eða púp líka, púp líka Hashtag púp eða partskellur virka bæði En eina sem þið þurfa að gera Þið verða að muna, þetta er Instagram leikur Og þið verða að takka okkur í story Svo við getum seifa Við þurfum að seifa allt af því að leikurinn, hann rennur út næsta föstudag, þá ætlum við að draga vinningshafa Og þetta má vera mynd eða myndband. og story er náttúrulega bara í sólarhring þannig að við basically verðum sveittir að seifa öll myndböndin og svo ætlum við að velja skemmtilegasta myndbandið eða skemmtilegustu ljósmyndina þannig að takkiði okkur alla á Instagram svo þetta fari ekki fram hjá okkur Right now. og leikurinn er hafinn, það er spil í velun og glæni Tommy Hilfiger úr Keiluveisla, Fabrikan og fleira þannig að þetta er risavinningur Já, en ég ætla að fara núna í sturlaða staðrendir. Eru þið tilbúin, drengir? Er Og það hlustendur. vel sturlaðir í dag? Já, þær eru nokkuð góðar þó ég segi sjálfur frá. Já. Fyrsta sturlaða staðrend dagsins og hún er mögnuð. Í Ástralíu var 24 kaninum sleppt til þess að bara fyrir veiðar. Já. Þetta var fyrir 150 árum. Þá voru einhver Ástralíu sem var slepptu 24 kaninum svona til þess að veiða þær. 50 árum setna voru þær orðnar yfir 10 miljardar. Wow. Já, það eru ekkert eðlilega Það hefur verið frá bak hann og nokkra Já, það er ekki þessna sem að tala um að stunda kynlífins og kanina. Jú, komandur Þegar Apple voru að byggja höfustöða sínar í Norður Karolínu voru þau að kaupa landi og það var ein fjölskylda sem var nýbúin að kaupa að 1 acre sem er 4.000 fermetrar á $6,000 sem eru 720.000 krónur. Þau neituð að selja Apple þennan 1 acre. Apple var búin að kaupa allt hitt, endaði með því eftir að hafa keypt landið á 720 skall 4 mánuðum áður, selduðu það á $2 milljónir eða 240 milljónir. Já, þetta er sniður Þetta er ekkert fyndið, mér finnst það bara magna. Þetta er sniður fjölskylda Basically, þau sögðu bara nei við Apple og þau vissu að það kæmi einhver jakkafatamaður skríðandi í hlaðið Já, það stóð í þessu að þeir sögðu bara nefni verð. Þá sögðu 2 milljónir. Já, Það er helvítið þægilegt að geta bara nefnt verðið. Já, þetta var annarkvort já, einmitt, gott þetta fór svona það hefur verið leiðilegt að fjölskylda verið látið hverfa Jack Black heitir Thomas en ekki Jack. Jack Vissu Thomas það? Nei, hann heitir Thomas Black. Thomas Black Þetta vissi ég ekki. Thomas Heitir hann Thomas Thomas Black heitir hann. Á hvað, fannst honum Thomas vera svo flókið að hann hendi í Jack Ég held að bara Jack Black hljómi betur og gerir. Heldur hann var í þekktur að hann var í Thomas Black. Já, sko, hann er alltaf mikið talent Já, reyndar. Já, en Jack Black hljóma betur, ég tekum það Þetta er einn fyrir Steinda. Tölvuleikja framleiðendur þjána meira á ári heldur en tónlistar og kvikmyndir til samans. Já, þetta kemur ekki mikið á orð Ég veit ekki það Helviti hart. Sko, í þessum nýjustu leikjum þá er líka bara, sko, eins og núna er að koma leikur út á í desember sem er bara, talið svona að vera eitt stærsti leikurinn bara á árinu og jafnvel bara í, þú veist, í langa tíma og það er Keanu Reeves sem fyrir með stórt hlutverk Já, bara í tölvuleiknum. Í tölvuleiknum Hann byrjaði að leika í tölvuleiknum. Já, menn eru byrjað að leika í tölvuleiknum fyrir löngu og þá ferði í svona 3D, þú dallur hérna í snúrum og drasli og leikur allt og svo ertu bara nákvæmlega teiknaður upp Það er ekkert annað. Netflix og chill er orðið standard fyrir að tjekka á kynlífi. Ha? Ef þú spyrð. Já, Netflix og chill Já.
Það er bara svona Það eru að standa skella okkur á baka. Já, og sendir bara skilabáð já, sem að hljóma líka aðeins betur heldur en bara hei, viltu koma og ríða? Var ekki bíberinn sem kom með þetta frasa á sínum tíma? Ég mann það samt ekki alveg. Ég veit ekki hver á þetta en þetta er vist orðið bara standard fyrir að tjekka og þetta hljóma líka aðeins betur þú ert að senda, herru, Netflix og chill þetta hljóma aðeins betur að hitta svo pervitist eitthvað Það eru 2 eftir franskur koss eða sleikur er kallaður enskur koss í Fraklandi Já, þeir, ok Þeir eru að reyna að losa sig við stimpilinn að eiga franska Ósáttur við ef þetta franskt Greinilega, French kiss, þeir kalla þetta English kiss og síðasta er rosaleg fyrir mann á meðalaunum að eyða, og þá erum við ekki að tala um lágmarkslaunum fyrir mann á meðalaunum að eyða $1 sem er 120 kalli í dag eitthvað cirka er eins og fyrir Bill Gates að eyða $1,1 million Ósælt, sko. sem eru 140-50 miljónir Samtli Bill Gates að logga sig inn á online pókersíður og fara fyrir $1 borð Já, þannig verða menn ríki líka Er það? Hann spila bridge fyrir penning líka Og góð líkur ekki þegar þú verður að spila $1 borði á einhverju síðu að þá settu með Bill Gates á móti eðla nýskur En veitu hvað en verða menn ríkið þannig? Nei, ég sagði nú bara svona, en spáði samt í því að fyrir meðalmann að eyða $1 er fyrir hann að eyða Þetta er rosalegt, þannig að hann gæti gefið okkur öllum $1 million eins og meðalmaður myndi gefa okkur $1 á mann Hversu margir sem er að betla í hann? Þannig að þú veist, ef ég myndi hitta hann þá myndi ég örugglega prófa að segja bara heyrðu, ekki getur gefið mér $1 million Já, ég myndi alltaf að gera það Við erum bara feskir Hörðu, ég spyr hvað þessu var kjaftaði? Voru það kanínunar, voru það Apple höfustöðarnar, voru það Jack Black heiti Thomas, tölvuleikja framleiðendur Netflix og chill, franskur koss eða meðalmann og Bill Gates Ég segi franskur koss manure Ok, Steindi Ég er að spá í hvort að tölvuleikja sko, ég veit að tölvuleikjadæmi er farið að þérna ég veit að þérna meira en bíómyndir en ég veit ekki hvort að þérna meira en bíómyndir og tónlisti saman sko Nei, fuck it, ég ætla að segja að Jack Black heitir ekki Thomas Kjaftaði voru kanurnar í Ástralíu Það var þetta geðveik líður Herru, hér kemur alvöru jólalag Nú er ég ekki að gera lítið úr þínu Ég spurði hérna fólk á Instagram hjá mér í morgun hvort það vildi jólalag og það voru flestir á því bara já, 1 og 1 Ef þau eru góð, hvernig finnst ykkur þetta? Hvað er langt til að heyri þetta hérna jólalag? Segðu mig það Eitt gammalt og gott, hér jólin með FM 95 blöð Þurfu ekki að fara að henda í nýtt lag Þetta var hjöppu öskur hætti í lókinu Var þetta Hjörvar Haflega? Já, ekkert væl öll Ég mani þetta ekki eins og neitt, Jesus En er ekki komið tíma á nýtt lag? Já, hvenar var þetta tekið upp, sínum að? Þetta hefur verið mörg ár Þetta eru jólin 2012 held ég Sveimið það, frekar enn 2011 Já, heyrið drengir, það er komið að virtum og frekar nýjum dagskrálið Já, erum við að fara í How do you do fellow kids? How do you do fellow kids? Það sem að Það er erfitt Já, það sem að ég er Var ekki jafntefli síðast? Já, það sem að ég er að aðtuga Lögum við snöggur Ég er bara basically aðtuga hvort ykkar er með puttan meira á púlsinum þegar kemur að frösum hjá úlingunum í dag Hjá young kids Hjá the young bloods Já. Hjá okkar besta fólki Þarna fáið þetta inn, þetta er M.O.P. Og Erðu, drengir Þetta er búið að vera spennandi síðustu keppnir Já. Og það var þannig að það var jafntefli Sko, ég skil ekki hvað ég er alltaf að væla því þetta er búið að vera mjög jafnt hjá okkur sko. Já, þetta er búið að vera mjög jafnt Alls hjá ekki. okkur Ég er komin með 5 frasa hérna sem eru notaðir mikið hjá unga fólkinu í dag Ok Og fyrsti frasin er ég ætla að giska og hann sé frekar svona hann er nýlegur held ég Já Hann er nýlegur Og ég veit ekki alveg hvort að ég að gefa ykkur vísbendingu Nei, veistu, ég ætla bara að henda mér í það Ég ætla ekki að gefa ykkur vísbendingu Nei. Sá sem er fyrstur að henda upp hendi Hann fær svarmöguleika, eru báðir tilbúinir Já Fyrsta spurning í How do you do fellow kids Hvað þýðir frasin flavor fucks? Auðun Blöndal Bragðarefur. Það er bragðarefur Bragðarefurinn, maður hefur yfirleitt þekkt bragðarefur sem Tisty Fox Eðlilega snöggur að þessu Ég fekk bara, sko, skilaboð- Flavor Fox. Já, það var Aldís Hvernig fer hann að þessu? Egil, ertu eitthvað rugglaður?
Flavor Fox, bræðar yfir. Ég get ekki hugsað til sólarhing. Ég hef ekki fyrir að bræða. Það var Aldís Svo hægur Embla ertu. sem sendi mér þetta. Hún sagði Mjög hægur. Ákveður þetta að setja þig rakspyr. Hún sagði Það glemur það. Hvað er það allt? Óðald á því rakspýra, þetta er bara kækur. Veit hvað? Ég bara, veist, Fyrir okkur, þetta eða? er gluggala stúdíó og þú veist, og Rikki og Plóter og Breðurna sveittir og, veist. Einbættið, fyrir ekki bara spurningakeppnist. En Sýtur þarna að sprauta þig rakspyr. Það er svo skrítið. Talandi rakspýra, þá ætla ég að gefa okkar manni Flóna það að lyktin hans er fucking góð. Já, mjög góð. Þetta er rakspýri sem ég er að nota daglega. Þetta er líka, þetta er fyrir Bæði, kallinn og Sigrún er að laumast í þetta líka. Herru, Aldís Embla sendi mér þetta strákar og hún sendi mér svona post með þessu. Hún sagði, guys, Flavor Fox, það er allir að nota Flavor Fox, ekki vera gamlir að nota Tasty Fox. 1-0. 1-0, hvað þýðir frasinn að frúka? Frúka, það er Auðun Blöndal. Ég þóra alltaf að segja þetta. Segðu þetta bara, frúka er Fróa sér og kúka. Hei, sko. Núna vil mér að ekki menn að gefa mönnum gult spjald. Fyrir hvað? Fyrir að segja svona í útafnum. Gult spjald? Kúka. Ég ætla bara að gefa honum hárrétt svar og þetta var nákvæmlega það sem þetta þýðir. I went out on a limb. Þetta er að sem ég hárrétt. Já, sko, máleira, auðviti. Það er eitthvað Sem ég hef aldrei, þetta er ógæslegt bara svo veitur. Þetta er ógislegt. Já, þetta er Ef einhver er að gera þetta á sama tíma, þá er eitthvað Nei, það var samt, sko, þetta var skástrík. Þetta er líka, sko, þegar þú ert að freta og kúkar að Þetta er frúka. rétt hjá honum. Já, svo er það líka, þetta er þýði bæði. Ég gef þér rétt. Það er 2-0, Egil. Herðu, Ætti að sprauta þilvatni og taktu þátt. Egil, verður svolítið með og lúka live. Það er þriðja Ég er spurning. með, ég á bara ekki breyk. Svo er hárað hræðilegt líka bara svo veitur. Ég var að fikti því, motherfucker. Heyrðu, hætti að fikta í hárum og hlustið þér. Þriðja, ég ætla bara að gefa ykkur vísbendingur núna, Egil. Þú átt nákvæmlega jafn mikil séns og eitti. Ég á ekki breyk, ok. Nei, í þessu Þetta er að peppa mig upp, ég veit að ég er að tapa, sko. Nei, hlustaðu. Þetta er svo að United er að vinna afturlíku 10-0. Það er eiginlega sénstrákar, sko. Þetta er fræðilegt, sko. Nei, hlustaðu. Þetta hérna, ég veit að þú veist þetta. Ok. Og ég veit að auðvitað veit þetta. Þetta er fyrstu kemur, fyrstu fæ. Ok, þá ætlum ég bara rétt upp önda á hann og segja það. Já. Nei, þá hættir hann að tala. Nei, þú veist bara leið og hann klára. Leið og ég klára. Þetta er svolítið hann. Ok. Hvað þýðir frasinn að stratla? Auðvitað Blöndal. Hann var ekkert eðlilega snöggur. Að stratla er að setja auka pening, þess að taka sjensin að setja pening áður en einhver veit það. Þegar þú ert að spila hvað? Póker. Það er hárrétt hjá Auðvitað Blöndal. Það er þegar þú tekur sjens í póker áður og sér spilin. Eru þið young kids að spila póker og geta þau hvað að stratla þér? Já, ég geti trúið að þetta sé bara Egil, þú veist alveg hvað er að stratla. Já, ég vissi það ekki því ég Þú var basically 9 ára. stelur stóra blindinum. Já, þetta er bara höfðing. Ætli höfðingin sé ekki bara að koma svo aftur inn með Landakörs er mótorum. alltaf stratlandi og þá spila mótorum stratlar alltaf hendur. Þetta er basically, þú ert ekki bara að kíkja á spilin. Þú bara setur út, ég ætla að hækka þetta, ég ætla að stratla. Já, þú stelur stóra blindinum. Ég held að við varum að læra tungumáli á the young kids. Já, þau eru að vinna með Þetta er þetta. basically svona, þú veist, 50 gæi í AC sem er að stratla. Herru, Má ég spyrja þig Steindi, hvað er staðan? Ég fekk þetta sent, heyrðu, byrju, það Ég er er ekki með 3-0. punkt. Það er 3-0. Ok, Egil, Ég er með taktu allavega hérna eitt Tek séðan sem bara. Ég get fengið með pönnugögg og sík og núna. Ok, ég ætla að gefa það bara vísbending, Egil. Ok. Næsta spurning. Þú getur augljóslega tengt þetta smá við bara Amsterdam og verðst á tánum. Hvað þýðir frasin að vera frökkin? Að vera frökkin? Það er friðin og drökkin. Það er hárrétt að þetta er bara ekki hægt. Það er 4-0, þetta verður aldrei Þú varst gest. ekki bara að klára frukkin. Ég er rétt það. Hendin á búpur upp. Þetta hefur ekki gest áður. Ég er að segja, enginn möttu vinna blöðu þessu leik. Nei, Enginn. Þú ég- hefur unnið með villisengur. Ég ég gef hef aldrei auðvitað það. Ég hef aldrei séðan jafn heitan í þessu Já, þetta er leikunum. bara, Ég er bara einbeittur. þetta er það sem kallast að walk-over. Já, hann er í stuðinu. Ég ætla að ná 5-0, gott með síðustu. Ok, fymta er, hún er Nú Hún er ég er- að taka sénsinn. Já. Námálega er. Þú sagði það áða Nei, líka. ég ætla að taka sénsinn á hann. Hann var samt sneggri. Akkur fer ekki hans lengur út í hotn og spreyir það eins meiri ylvað. Þegar hann er 100% heyrt af þessu Hey, frasa. clown, lestu bara. Já, ok. Þegar við 100% heyrt þetta. Þetta er frasi sem er á ensku. Þú segir, þetta er setning á ensku. Read it. Hvað þýðir frasin, hvað þýðir skamstöfunin A, tvöfald Hann er stopp. Nei, Egil, þú voru að hlusta á Þú mátt ekki klára spurningun, hann rétti bönn, þá voru oss tala. Ok, ég ætla að slaka, hann Nei. veit þetta örugglega ekki. Já,
segðu Þú sagðir A2 hvað? Já, nei, þú réttir um hönd, þá stoppar þú Já, ég á ekki að gefa þetta Þegar hafið aldrei hort á spurningaþátt Það vantar eitt stað Já. Fyrir ekki, Steindur, A2 þetta er ekki þín sko En okkur réttir um Þetta hönd er bara keppandi sko Já, þetta er spurning Ef gæi frá MR er ekki að segja loa á hvernig hann á að lesa Nei, en hefur þú hort á getur betur Ef þú ítir á bjölluna, þá stoppar spurningin Það segir sér sjálf, það er líka þannig á bjöllbara AW, á ekki að gefa henni stafinn Ég segi bara average white dick Það er hárið A2 average white dick 5-0 Ég byrð BTS aðdándur afsökunar en við erum bara að falla á tíma hérna í FNÍ blöð, það er svo mikið að vera hérna hjá okkur að við ætlum að lækka hérna í laginu Dynamite. Þetta er mjög líklega að ljúga þetta reyngir. Já, ég rakkaði þessa hljómsveitin sem niður, ég rakkaði ekki niður, ég rakkaði niður eitthvað lag sem ég gerði og ég fekk heitmeil frá nokkrum. Þeir eru mjög vinsalir og þeir líka gefa góðgeð, þetta er voða gott band allavega, veit ég. Já, þeir fá stefgjöldin. Já, fá stefgjöldin, þeir náðu því hérna hjá okkur. Já, þeir náðu því, en við ætlum að lækka í þeim. Já, en það er hins vegar komið að dagskrálið sem heitir augljós og staðreyndir ekki satt. Það er hárrétt hjá Rauði Blöndal. Það hafa ekki verið lengi. Já, sko, við erum búin að reyna að hafa þeir í 3 þætti röð. Já. Og við vorum meira þess að næst að falla aftur á tíma núna. Já, og það bara gengur ekki. Þannig að við erum með augljósa staðreyndir og þær eru svo augljósar í dag að ég get ekki beðið. Þú má jafna þið, þetta er Davíð Egill. Sko, mér 5-0. Ég er bara vanur þessu. Þegar þú ert a talented motherfucker í þessu leik. Það er ekki rétt. Og nú tókum við Flavor Fox, þetta var allt svo létt. Það er rétt að sé talent. Með þess að réttu upp hönd, fekk svarréttin. Hún tók mig styrkvæslega að rífa hann að mér og svara. Það var þetta mjög vel gert. Það flokkast bara sem frekjar þetta er ekki talent. En sko, ég sammálaði samt við þetta. Sko, þú veist, hann er mjög talented í þessu leik. En ég er ósammála að þú segir að þú setur honum vanur sig. Þú búið að vera með, það búið að vera jafntefli marg oft. Síðustu 3 þættir hafa bara verið mjög tæpir. Já, þá ég bara verið heppin. Ég var ekki góð, ég var heppin. Hvað er komið hérna? Nei, heyrðu! Það er Mr. Selbrit sem mættur maður. Það er föstudagur. Ég er í ekkert eðlilega miklum gýr. Ok. Nennurðu please að hafa hátt í Selbrit? Hann er í botninu Ok, ég fíla það. Eins og alltaf, eða svona oftast, þá erum við með 4 augljósa staðreyndir í dag og 1 augljósa spurningu. Og eru þið klárið það? Ég er ready. Egill, verðt alveg hreinskilinn, við ljúum mikið hlustundum. Ertu að fan af augljósum? Já, ok. Egill, ég sé Egill oft brosa. Já, ég hef oft kannast með. Þeir eru mjög augljósar sko. Þær eru mjög augljósar í dag og ég er spenntur að... Þannig ég er léttur. Já, og ég veit að það eru margir núna á lagarnum sem eru að færa mikið til og það er náttúrulega komið jólatrafík. Ég var nefnilega lagargómurinn sko. Ég var íkja lagargómur. Ég var að vinna alltaf framöttir í DS. Hann brjálaði ekki í DS sko. Já. Þú veist, og þá vantaði mér entertainment. Þannig að gómurinn sé að hlusta mikið núna. Þegar ég var að vinna í vörd og hefði verið að hlusta á þig og var alltaf að kalla mig lagargóm, ég hef ekki haft gaman að það. Ég vil þú hættir að kalla hlustendur okkar lagargóm. Það er a great honor að vera lagargómur. Reyndar. Herðu, er þið tilbúinir? Já. Ok, og veitir þú horfir kannski bara svona djúft í auguna mér að meðan? Nei, ég sleppi því, en ég skal horfa á þig. Aja. Fyrsta augljósa staðurinn dagsins, hún hljóma svona. Vissið þú að tré geta ekki keppt í marathoni? Því að hvernig ættu það að skrá sig? Já, það er það sem er að dröfla. Bjarga er þetta aðeins með þau geta ekki skráð sig. Nei, því að þú veist, þau geta ekki haldið á penna. Nei, get ekki hlaupið heldur. Já, ég veit að það er einhverju krakkar í bílinn núna grenjandi og hlátri, en þessi var ekki alveg fyrir mig, ég er bara hreinskilinn. Þau get ekki Ég er ekki grenjandi þetta sko. Þau get ekki haldið á penna. Nei, akkurat að fólk sé núna í bílnum grenjandu hlátur. Nei, þá er skrítin bíl. Voru þið búin að plana eitthvað á mig? Nei, ég er bara að segja að það eru pottitt einhverju krakkar sem hlóðu upp á núna. Krakkar? Þetta er ekki eðlilega fyndið. Eru þið búin að plana eitthvað með það? Nei, ég nenni ekki að fá þetta fúlherinn. Nei. Herðu, jæja, þá er komið að annari spurningu augljósi staðurinn dagsins og hún hljómar svona, svo haldið ykkur fast. Ef þú giftist hundi þá eignastu hund sem tengdamömmu. Þetta er augljóst. Ímyndaður þetta og er að fara bara í kalkún og tengdamammaði væri bara ykkur pökkhundur. Þú voru að setja þig aðstæðum.
Já. Ímyndaður En þú getur alveg gifst hundi og hann veit ekkert hvað fjölskyldi sinni, sko. Þannig að kannski færði ekki tengdamömmu. En ímyndaður ef þú veist tengdamamma væri bara svartur labrador. Já, Það væri spes. Hvernig hans það segir? Hvernig færi það fram? Það er alveg gaman að Já, þér það er betur en Akkur fyrsta. alltaf að spurja hann hvernig hún Já, finnst herri, ég hló Steindi. Já. Mér fannst þessi betur en fyrsta. Hætt að spurja eigin Hætt af það sem ég Ég er gláða að skoða þessu. Hætt af áhyggjur agli Hún er fyrsta skemmtileg Slakaði bara á Tilbúin Já. Þriðja augljósa staðurinn dagsins Hún hljóma svona Hamstur getur ekki fróa sér að því að það er með ofstuttar hendur og næri ekki í kynfæri Það er alveg skell En hann getur samt nutta sér upp eitthvað. Það ekki? Nutta sér fyrir eitthvað Já. Hann er það bara svona hár kúla Já, hann getur tekið bara lög á dínunni. Já sko Já, Það ekki? Já, nú veit ég hvað það er að gera Þeir eru að reyna að finna að þetta sé ekki Nei, alls ekki. Ég hló. Ákveður, þú veit svo mikil vörn. Þessi er góð. Já, það er svo mjög góð. Þeir fróa sér ekki Nei, það er staðfest. óstöndar hendur, ná ekki. Þeir ná ekki hann í draslega þessu Nei. Fjórða augljósa staðurinn dagsins Hún hljóma svona Túspennar Detta ekki í það Byrju, vantar á hana? Þetta er ekki gott fyrir þau, sko. Nei, já, byrju, hérna, sorry ég fór Þetta ekki í er það. bara svo Nei, veitur að Steindi. Nei, byrju, túspennar Nei, hlustaðu Já. Túspennar Detta ekki í það Því þið get ekki vesla sér í ríkinu Shit, þú náður ekki. Ég bara, nú verður bara reilskilir. Ég get ekki fengað þetta. Varstu léleg? Nei, Æ. þú klúðrar henni af því þú varst búinn að stoppa og það er ekki gott fyrir þig, sko. Já, þessi var léleg Ég teka bara á mig En túspennar, það get ekki verið ríkið Já, sko, málega er að, þú veist Það átti að vera túspenna greinlega, get ekki dottið í það, svo bara hefur hann rugglaði sig eitthvað. Ég veit það ekki, þetta var bara ekki gott. Fannst þér þetta skrítið? Þetta er ykkur veðsynni með það Já, sko, þetta er ekki Ég hugsa að við erum svona einhver 2-3 fyrirtæki eða skóla núna sem ætlaði að bóka okkur í eitthvað gig, en hættu við það eftir Eitthvað Zoom-gig Já, Heyriði, en þetta er kannski ekki alveg prógrami sem ég tek með mér í skólana En hérna, drengir, túspennar Þeir geta ekki dottið í það nei Af því að Ekki grafa dýbra. Nei, býtu. Steindi, ekki grafa dýbra. Ég ætla að segja eitt Hættu bara. Nei, býta Hvað er síðustu? Hvað var síðast? Nei, það segir eitt annað Af því að þeir geta ekki dottið í það Af því að þeir, þú veist Þeir mynda ekki Já, ég feg bara í síðustu Herru, tilbúin Herru, og það er, hún er svolítið góð þessi Gott að beða hana. Ertu klár? Já. Þetta er spurning Og þetta er spurning til þín Ertu klár? Já, spurningin mín. Já, Þetta er sorry, spurningin. þessi túspennar, ég datt aðeins út. Já, Þú ert ekki í frí, þú ert að hlusta samt. Nei, ég veist, ég er að hlusta Ég er hann bara, veist Greittu þið bara? og úðáðu ilmvatni Það má ég fá mér inn Já, fáður Nei, mér finnst bara svo skrítið þú ert að spreyja þig Strákar, innvættið í stúdíu. ég ætla að segja þessa Bara næ spurningu. ekki upp í það, sko. Já, Hver er munurinn já. á Tedda Sverris Farðu varlega núna. Það er Farðu sonurinn verlega. Já, farðu varlega. Það er sonurinn Það er svona minn, já. Hann heitir reynda Teddi Blöð, ekki Teddi Sverris. Hann er ekki Sverris svon, sko. Já, hver er Hann heitir munurinn? Theodor Sverris. Já, hver er munurinn á Theodori Blöð og Rottu? Og ég barast. Þetta er þú ert að hálum ís núna. Nei, ég er Ég er ekki að gera þetta. Akkur? Gerðu munur á sinni mínum á róttu. Allt. Já, sko, nei, ég er alltaf ekkert allt Nei, ok, þetta er ekki með feld. Hann lifir ekki í ræsinu. Nei, hann er ekki með feld Nei. Nei, hann er ekki í ræsinu Nei. Alls ekki Hann skrýður ekki um að jú, hann reyndar skrýður. Hann skrýður, já, það er eins og Rottan en Hann ég reyndar er að byrja að labba aðeins. Já, ég er ekki að leita að því Nei, Ég er nei, ekki að hver er leita þetta að leitað og Nei, býtu, passaði núna? gefstu ekki upp það? Já, gefstu upp Já, ég gefst upp. Eftir hættur að gíska Já. Rottan notar ekki snuð Jæja, herðu. Þetta voru... Nota róttur ekki snuð Jú, er það ekki, getur ekki rottalögur við snuðu. Já, hann er allavega ekki með feld Já, ég var búin að segja það. Akkur sagði það ekki verið rétt hjá mér. Það skríða bæði Já Mikið rétt það er Keiluhöllin og Túborg Léttöl sem fær ykkur FN95 blöð. Það er nú eiginlega bara nánast komið að lokum hjá okkur sem Það er 5 mínútur í 6. Þetta er fljótt að liða maður. Já, það er svakalegt Ég er léttalegindi verið klukkutími viðbúin núna. Við erum ekki að fara heim Við erum að fara að vera með rafræna skemmtun Já, fyrir Ísafjörðum maður. Menntaskólan í Ísafirði Og svo ætlum við að vera með húsasmiðinu seinni kvöld Hvað er að gera svona rafrænum skemmtunum eða eitthvað, ekkert byrja ofan ykkur ruglu Nei,
Nei, það eiga sig. Já, við erum alveg með Kahoot quiz. Þau eru mjög vinsæl núna. Fengi bara Zoom, sendi millivarslu upplýsingar og fáðu dollars. Það er þeir gerið. Það er bara að fara á Teams og bara haft gaman sko. Já, Það þetta er er ekki bara partí. svolítið að raka svolítið inn heima bara í stofu. Já, umbásmaðurinn Singo. Já. Já, en sko það er eiginlega komið að lokum. Það eru margir búin að spyrja hvernig við drögum í partiskellsleiknum sem við vorum með stæðsta vinninga og rosalega vinningar og það kemur vídeo, við erum búin að draga við erum búin að gera vídeo, það er bara að vera að downloada og það kemur inn á Facebook skellur eftir smá. Við vildum hafa þetta legit þegar við dróðum út, þannig fórum á okkar commentpicker.com og það var ekkert eðlilegt vesen. Og ég ætlum ekki að sko að því að þetta er það stór vinningur, þetta var PlayStation 5, þetta var Simi, Samsungin, þetta var Úlpa og fleira. Þetta var risavinningur. Það sem við ætlum að gera í þessu er við ætlum ekki að lánsa, við ætlum ekki bara að segja nafni, við ætlum að posta vídeónu því það er svolítið spennandi því þetta voru sko 80.000 komment sem tóku þátt í leiknum sem er rosalegt og það kemur nafn í lokin af vídeónu þannig að fólk þarf bara að horfa á vídeó og aðtöga hvort að sitt nafn dett inn og við ætlum að posta þessu inn á Facebook síðan okkar facebook.com/skellur hér eftir bara innan næstu 30 mínútum. En líka eitt þessi leikur er bara heppni, þú bara kommenta vinnin og þetta er bara heppni. Nú erum við með leik sem krefst þess að fólk verður svolítið frumlegt og fyndið að nota poop í einhver skemmtilegum aðstæðum. Hvað er poop? Það veit ekki allir hvað það er dúkka sem er í spilinu. Já, það er dúkkan segðu bara dúkkan í spilinu. Þú bara nota segir ekkert bara eins og allir viti hvað poop er. Það veit allir hvað poop er. Út af því að núna ef þú ert frumlegur og notar poop í skemmtilegum aðstæðum þá getur unnið hennar vinning en þarna var þetta bara pure luck. Já. Og við kynnum það betur inn á Instagramni okkur en hvernig er helginni okkur, drengir Steindi, hvernig er þín? Og hún er bara nokkuð góð, ég er einmitt að fara í matabóð á morgun og spila kvöld. Er enn eitt matabóð og partíi hjá þér, því ekki búið að láta í sér heyra maður. Öndi, maður segja það? Jesus, ef það er ekki Halloween partíi þá hvað er það núna? Já, herðu, Hálfa óþægilegt að hlusta á það maður, kemur að þú búin að með 9 matabóð í nóvember. Þetta segir eitt Öndi, að þú bara skrópa svo oft í rauðun og klökkum að það Wrath of the Nerds það reyði nördana er að sko það geti mætt mennanda með óðnami fyrir utan hjá þér brjálaðir. Ég er búin að lofa 17. des, ég er búin að hafa búið að senda mér einhverjar. Þá spilum við FNÍ. En þú mátt ekki bara lofa okkur þegar við komumst í. Nei, ég er búin að segja 17. des erum við að spila Among Us í rauðun og klakkar. Sko ég er að leika award winning action movie á morgun og hinn. Já, ég er bara búið að velja henni áður en hún kemur út. Og ég er working really hard núna þess að ekki. Working really hard, það er gott að það sé að gera. En hvað er þú að gera, Blondale? Ég er að fara að leika með þér og atriði sem við erum að fara að taka upp á morgun er eitthvað sem að ég hræðist eins og COVID-pestina með reynskilin, ég ætla ekki að segja hvað það er. Það er ekki bara kynning svona? Það er eitthvað rugg. Hérna, takk fyrir hlustunna þennan föstudaginn, við verðum mættir hér næsta föstudag með fullan bát og herru, það eru líka margir búin að senda, við lofum að við verðum með árlega könnun, jólajafls könnununa en það verður jólafæðunum 18. Nei, er það ekki að hafa næsta? Já, sko málið. Taka næsta bara. Kapsakonnuna sem ringjum í fólk og spilum til jóla, mér alveg verið 2 til 3 þætti þess vegna. Við prófum það sennilega næsta föstudag, þannig að fylgjast með því. Herðu strákar, ég á ammál á miðvikudaginn. Áttu ammál á miðvikudaginn? Já, ammál á miðvikudaginn, ég var að fatta. Aldrei vitaði mann sem spáir hér lítið ammál. Já, ammál á miðvikudaginn. Jesus. Og ertu ekki búin að plana neitt? 9. des. Já, plana eitthvað. Hvað ertu gamall? Ég er 36 ára. Nei, ég er að verða 36. Já, ég sagði það. Nei, ég er 35. Og hvað ætlar að gera? Núna er ég 35 ára og verða 36. Það er ekki bara í streymi og hellir vel í þið eitthvað? Já, ekki býður á nokkur eitthvað, það er nokkuð ljóst. Nei, ég veit ekki, Jókim Aðalund, heldur hann sé að fara að halda upp á þetta? Nei, herru. Alltaf ekki að bjóða mér í The Penguin Suite. Það er COVID, má ég gera það? Bjóða mér í The Penguin Suite. Bjóða þér ekki neitt. Næsta lag er Óskalag fyrir Telmu Bjöggi, svo þú og Gæ og svo Öddi. Telma, þetta er fyrir þig. Hún vildi alvöru jólalag og hér kemur eitt kósi í restina. Takk fyrir hlustununa og við verðum mættir hérna næsta föstudag. Góða helgi, kæru hlustendur.